Kann ekki dansið það? Það ekki vel að taka. Það er voruð. Gaman að fá þig maður. Þú líka veist það. Takk fyrir það. Þú tónir í loftið það? Við erum mættir. Já, ekki. Vertu hjartanlega velkomin með það. Já, takk fyrir það, kærlega. Þú ert góður í þáttarins. Þú ert að mæta enga annað sinn, fengum það fyrir hálf ára síðan. Yes. Eða svo, búinn að bæta mikið skákvíti síðan þá. Sko, þetta er svolítið mikið upp og niður hjá mér. Já. Ég tek run, þar sem ég er virkilega góður og, virkilega góður, bara þokkalegur skilur og svo koma tímar þar sem ég er ekki jafnur og næ að droppa vel þess að segja og Hvað er píkið? píkið er eitthvað, við erum í 1830, ég slumpaði upp í 1900 Já. sem alltaf ekki réttur reikningur en ég geri það samt Það segir fólkinu hvað er í dag. Ég er 15 ára eitthvað, Já. það er ekki gott sko, allt í lagi ekki gott. En 1800, það er samt sko, þegar þú kom síðast til okkar, þá varstu 1500 hæ, eða ekki? Nei, það var ég kannski, það var ég ekkert búinn að fara svona aðeins eitthvað 17 eða eitthvað sko, minnum mig, en það var svo stutt sko, ég er bara náða einhverjum degi sko. Þannig að það er svona ekkert, ef þú ert þar í, þá kemur þeir í 1700 á 3 dögum og glutrar fórustur eftir niður, það var ekkert mikið eitthvað að ringi frænkuðum og segja frá því sko. Nei. En 1800 alveg rating sko, það er... Já, það ert stabíl þar, það var flott skilur, en ég vil meina að skák og sjálfsturti eigi svona smá eitthvað sameiginlegt sko. Ég vil bara meina sko 1800 þá sést það ótrúlega góð skákmaður. Ég er að sammála því, það er... Ég er samt þú lendir ofta á gæðum, þú lendir ofta á gæðum. Þú getur á límyndara, þeir kannski hafa byrjað kannski aðeins setna. Og þeir eru í 1800 en þeir eru svona alltaf þeirra serpar þeirra level er bara 2000 og eitthvað sko. Gæði sem byrja, þetta er eins og þú getur lent á gæði 14 sem er bara, þegar hann er bara nýbyrjar á þessari síðu for example og er bara að fljúga upp í nýðanum sko. Þannig að þú getur lent á alls konar hindrunum sko. Það sem maður segir. Mér langar, Leifur, áður fyrir við styrtaði alveg framvegis og við búum við það lúksu þurfum ekki að kynna viðurinn, við veit allir hvað þessi gæði er. Já. Fyrsta spurning kemur frá mér og Kenny, við erum að lesa hann upp. Frá Kenny. Glussanum. Að mér langar bara strax að... Glussa maður, Gambino, wow! Mér langar bara strax að fá viður upp á tærnar, vita þessi ekki mættir í hérna spjalla bjór, ég ætla að taka hann í alvöru yfirreyslu núna eða í einhver tíma sko. Já, fyrsta spurning frá ykkur þér og Kemimönnum er einfallega Tarpen High, Chelsea Legend. Já. Er það kóngurinn og hver er reynsla þín á honum? Ég það ekki tekið spjallið á þau, mikið, já, sko, frábær gaur, to be honest og Frábær afsend. Já, hann er geggjaður, hann var í, standi sem gæði var í, sko. Hann fór í 10 mínútur ísbá á dag og það er bara meira að segja. Hann var í ísbá sem er 7 gráður eitthvað, hverjum einasta degi 10 mínútur. Við vorum herbergisfélagar líka og bara geggjaður gaur að öllu leyti einhvern veginn og svona kom bara í byrjun, hann og Jossi Benny kom bara og sögðu bara, heyrðu, bara velkominn, ef það er eitthvað sem þarf til því að fjölskyldan á bara hjálpa þér og bara, já, svo vorum við saman í herbyggi og hann bauð mér í mat, það var sérst alltaf á föstum, það var Shabbat. Sem er svona erfitt að byrja eitthvað saman við kristina trú en þetta er allavega á hverjum einasta föstu þá er svona voða fín athöfn sem þú borða bara um fjölskyldunni sem er bara svona nokkuð casual sko og hann bauð mér alltaf til fjölskyldan hans og í einhverju risa húsi þetta með sundlaug og bara þvílíkt nettur á því sá gæi sko og hann kom mest á því hversu professional ætti að vera bara eftir svona mörg ár í boltanum ég held að hann væri svona koma alltaf koma bara heim og slaka á eitthvað Slíta senstu seðilinn bara? Slíta senstu seðilinn, það var ekkert að spila hann á atfélagsbótum sko þannig að ég sem sá það fyrir mér en sko já, bara þvílíkur og það var sko ennþá bara mjög fljótur og eitthvað, hann var 36-7 ára sko þetta er topp maður og bara svona basically fyrirmynda mörg leyti fyrir eldri leikmenn bara menn konur yfir 30, það ættu að við leggur sko
Það er ógeðslega leiðilegt að segja þetta, en svona, ef þú gefur svona the extra leggur mile, það, já. það er að, þú veist, að hugsa miklu meira á þessum aldri og hann bara gerði bara allt, sko, bara, salat í kvöldmatt og, þú veist, bara, sko, hann var svona 3% fita, sko, þú veist, geggjaður, sko. Mér fannst einmitt áhugavert að Kemi hefði mikinn áhuga á þeim manni, sko. Þetta var fyrsta spurning sem ég kom með, sko. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er sér, þegar þú pælir í þetta, hann fyrir svolítið under the radar, sko, þú veist, menn var fyrst að hlæja á hann út af þessi eyebrows, sko, to be honest, á sínum tíma í boltana, það var svona... Já, fólk verður að googla þetta. Já, tóku eftir því, sko, hann var ekkert mikið að pæla, hann með eina línu bara hana. Og ég sjálfur að hafa bara fyrst ég tók eftir og svo, þetta er svona skrítið að súrrealist að vera með hann í klefa síðan bara einhverjum árum setna. En hérna, eins og segi bara, þú veist, ef þú lítur á ferilinn á sig gæða, þú veist, það er hann bara geggjað, þú veist, Premier League einhver 4-5 félög, ef ekki meira, sko. Og þú veist, margir leikir og þú veist, það var bara, þú veist, eins og það var bara hörku góðu gæi, en þetta sem er gæi, þú veist, þú getur fundið fullt af svona nöfnum í Premier League sem þú bara veist ekkert af, basically, eru svona 10 ár í Premier League sem bara, þú veist, bara algjörlega magnað, sko, topp maður og hérna, ég er þetta að sé svolítið eftir að fjárfest í hérna spraybrúsa fyrirtækinu hjá honum, en hérna... Það var kannski svona smáa sem Kemi veit í voru dálítið að fiska eftir. Já. Þó þeir báðu mikla virðingu fyrir hann sem knattspyrnumanni. Já, ég myndi segja að það var í svona top 3 versta sem ég hef gert, bara versta fjárfesti sem ég hef gert, það var hérna, vorum í smá spraybrúsa. Það sést, konceptið var gott, sko, antibiotic spraybrúsum sem að sýndu góða virkni, sko, og eyðir miklu svepp á okkur bulli, sko. Ég er komin í núna sem er bara miklu betra á stöf sem heitir hérna X-Mist og... En varst þú búinn að testa þetta sjálfur þá var hann spraybrúsa frá hann? Hann lét mig fá hann fyrir hvert flug og ég hef bara aldrei verið að feskur fyrir flug og svo komið bara fyrir dýr og þetta kallast að reka fyrirtæki rangt. Það var nákvæmlega sem Talbjörn gerði og en eins og ég segi, hann var frábært koncept, mjög lofandi. Ég sendi mína menn til Ísrael að skoða málið og við bara gengum til samninga og ég setti smá í það en hann fór svolítið illa með, hann ekki sjálfur, þeir fóru, sko, þeir hugsuðum of. Já. Og svona fóru, það var oft þannig að fyrirtæki gengur vel í byrjun og þá var ákveðið að stíga á gjöfina. Einmitt. Og það var það sem gerðist þarna, sko, þá komið eitthvað fyrirtæki í Miami, höfuðstöðvar í Miami með 120 manns sem í vinnu. En antibiotics, þessi klussi var svolítið að virka? Já, þetta var að virka, þetta byrjaði saman við klussan, sko, þetta var þú veist, þetta var brellið og bröðvort, sko. Já, málið er samt það að höldum áfram að tala Talbjörn Einarsson. Ég var að fá mikið eftir á þetta. Það er samt nigla í öðrum hverjum grunnskóla á landinu. Þú voru ekkert í eitthvað að labba á milli skóla í bekki og selja þetta bara heildsölu. Jú, sko, ég hefði gert það gengið upp og mér var lofað, sko, hefði þetta verið rekið rétt, þá væri ég í dag, ég er líklega bara retired, sko. Væri ríkar en þú ert? Já, og ekki það, peningar skiptir ekki máli og allt það, en jú. En samt, sko, nú er ég komin í X-Mist sem sem ég myndi segja væri svona svipað koncept en bara betra. Já. Og ég er mjög hrifinn af umhverfinu og náttúrunni og Það er eins og Keli sagði með Albert Brynjar, veistu, hann er eins og Albert Brynjar í fótboltanum og hann bara betri. Já, hann er bara betri, það er svolítið þannig, sko, það er svolítið þetta er geitin í leiknum. Hvernig var standið á UC bara Jú? Það er lúxusleikmaður, sko. Já, það er líka bara geggjað, ég get talað um hann aftur í korti núna, sko, en það er einmitt toppmaður og það er bara, toppmaður er bara understatement, sko, því að þetta er bara einn besta manneskja sem ég kynnst, sko. Og hann er bara, hann er dansandi fjögur í partíu sem hann hélt bara og hann drekka bara Sprite og þú veist bara, reyndar í fjögurra hæða mensjónu sem hann átti og þú veist, hann bara, þú veist, einhvern veginn, hann sagði nákvæmlega saman Talbjörn heim og þú veist, það kom mér ógeðslega óvart, þú veist, hann átti að hvíla kannski eina æfingu og en var í staðinn bara, sagði bara nei og var að æfa endalaust og hann kannski aðeins kominn yfir sitt besta skeið, sko, þegar ég kom en sko, þvílíkt góður náungi einhvern veginn og bara frábær leikmaður, hann náttúrulega, þú veist, lítur á ferilinn hans líka og bara, Chelsea legend. Og Engli. Awesome, sko. En Leifur, já. Viltu rífa í gikkinn? Já, rífa í gikkinn. Nú erum við loksins með Gæja, tökum bara hérna 15 tíu, byrjum bara... Kalda hvað? Nei,
Nei, takk. Heyrðu hvað Vökin sagði, hann sagði ég ætla að tefla BKS þegar ég fá sko 1 mínútu undir sko. Ertu að segja hvernig þið fór þaðan? Nei, ég ætlaði bara að sleppa því. Já, ok. Nei, þú mátt segja fólki. Já, þú mátt segja. Já, við tókum 2 skákir hérna, ég og Leifur og ég var að leiða 1,5 á móti hálfum og hérna... Og Leifur bæði úrslitaskap. Bara úrslitaskap, ég var í meiri sögu hérna við Byrki. Að klára verkfræðina og byggðum úrslitaskap í 1,5 Já, skítið sko. Hvað er það? Það fyrir sem þið sleppa hérna, já, 3. Taka 3 + 2, 3. 3 bara. Ok. Móti, það er bara ykkur. Já, tökum bara eitthvað random hérna. Já, þarna Leifur, ég hef með alltaf mörg spurningar á Vöku. Já, ég held það fram. Er eitthvað um Íslendingi sem bara með svo í þetta? Nei, nú ertu á móti bara eitthvað random. Já, ok. Ég er að spila öðru í sko. Sko, Peitimenn í samstæðu við Raggarsýri. Það er spurning á Vökina. Já. Það er alltaf peningar skipt ekki máli. Heldur þú að ég vinn ekki heimavörunum mín eða? Það spyrja ég. Er það rétt að Vök sé með 10 milljóna euros í net worth? Hvað er ekki sig? Hvað er ekki sig? Hvað sagði það? Ekki sig. 10 milljónir euros í networth. 10 stórar M. Það er að tala um 1,5 miljard jarð. Yes. Já, við skulum gleyma þeirri hugmynd. Það er sko, nú leinni sko, það er nú ekki alveg þannig sko. Staðan er ekki þar, ég er ekki búinn að spila í Premier League allan minn feril sko. En jú, það er, eins og ég segi, þú veist, eins og Hjörvar segir ofta, það gengur vel á allt það. En hérna, þetta er fjarri lagi, en eins og ég segi, maður getur keypt sér að borða og eitthvað svona, en net worth pælingar hérna, þetta er svona kannski aðeins overboard sko. Jæja. Gott gískand. Já, við höldum hann. Kári Árnason, hann er með sögu í búið Reyfils. Hann verður byssur í kvöld, ánægði með þetta. Jésús. Ertu bara að svitna þetta? Hvaða spil eru við með? Saga segir að Vök hafi aldrei tekist að skora mark gegn Kára á æfingu. Það er mest að Hvorki kjafta með Malmö, né Leifum að landsliðinu. klára. Myndirðu segja, hann sé erfiðasti andstæðingur sem þú hefur mætt? Nei. Það er bara, þetta er svo mikið þjóðsaga að það er enga átt sko. Það er hérna... Að við fengum þetta staðfest. Já, hann byrjaði að segja þetta sko, hann byrjaði að segja þetta svona 2016 bara þegar ég var í Malmö sko og hérna... Og svo byrjaði hann svona að reyna að ná í hausinn á mér þegar ég var hérna í landsliðinu á æfingum og skoraði eitthvað 2 mörk sem ég svona tók hérna, hoppaði yfir hann hérna, bara slakaði mér hérna á axlirnar á honum, átti þvílíka að skalla og menn voru bara þú veist eitthvað þvílíkt að hlæja á Kára sko. Og hérna, hann satt heldur svo til streitu og það er, þú ræður basically ekkert við þannig, þú veist, gæja sko. Þú veist, hann er bara, þú veist, hann er bara búinn að fá sjálfa sig í að trúa því að þetta sé satt og þetta er náttúrulega mest að kjafta það bara í heimir sko, en ég við ekki það alveg, ég fæ alveg hérna svona, þetta er smá hérna, en hérna, það kemur alveg smá svona, hann fer alveg í hausinn á mér sko, þú veist, ég fer alveg á æfingar og SST á landsliðinu og er svona alltaf að hugsa gett þetta. En það er náttúrulega bara, þú veist, eins og sé, þetta er kjaftaði, þú veist, ég veit alveg hvernig Kári er, þú veist, hann byrjar að trúa því sjálfur að eitthvað sé rétt sem hann er að segja og hann segir það nógu oft og það er bara þannig í lífinu og segir hluti nógu oft þá byrjar að trúa það. Þannig að ég segir nei á þetta. Ok, en við tökum aðeins þægilega spurningu. Talum að svífa yfir Kára. Þú skora mörk með öllum. Já, ég var ekki að horfa. Talum tala og allt það. Þú skora mörk með öllum aðrum. Þú til dæmis frábær skallamaður. Hvernig er það eitthvað sem voru eftir sérstaklega? Segðu þetta aftur. Já, sorry, bara, þú veist, af hverju er svona góður að skalla boltan í markið? Skalla? Já, bara, þú veist, nei, þú veist, þetta er bara einhvern veginn, er ég sæn á að taka 9? Ég klíka þess. Já, þannig já. Gerðu bara sem ætlar að gera þannig. Þetta? Já, yes. Yes. Þetta er í sæn á það... Það er eitthvað hessi? Nei. Leifur, Já. Guðan á það? Ég get alveg gert það fyrir, sko, þetta er bara... Já. Þetta er ekki ólega. En hvað segir, ég tala um mörk. Já, bara, sérstaklega skalla, sko, þetta er
Já. Ég er sérstaklega þessi fyrir mig að því ég hef alltaf verið ömurlegur skallamaður, sko. Já, þú veist, Já, gaman samt að byrja saman við þau. Já. Ég veist það mjög skemmt. Ég man að hérna, gamli þjálfarinn minn heitinn í það, Einar Jónsson, hann sagði að ég væri, það sem ég ætti að bæta væri skallandi, sko. Og hérna, ég hugsaði alveg það og eitthvað svona og þú veist, svo byrjar maður bara, þú veist, jafnt og þétt að hérna, að þú veist, það eru svona ákveðnar æfingar fyrir fram meira sem þú tekur, þú veist, eftir æfingu og annað sem er, þú veist, bara það sem ert basically að fá fyrirgjafir og, þú veist, að því að mikið af mörkum í dag eru fyrirgjafir, þú veist, það er bara alveg óviss og hérna, og sérst, hérna, svo byrjar það bara þannig að þú skora kannski eitt mark úr skalla, svo kemur það með færið sjálfstöðstið og þú veist alltaf hvað markið er, þú veist, það er sama með, þú veist, skora með hægri eða vinstri skilur og þú veist hvað markið er staðsett og svo er, þú veist, það er ekkert erfitt að skalla boll, þú veist, það kunna allir að vera, þú veist, að skalla boltan svona þokkalega bara og skalla beint á næsta mann, bara sending, sko. Þannig að það er ekkert það erfitt, þannig að menn kannski ofhugsa aðeins, þú veist, hvernig er að vera einhver skalla séni, sko. Þú veist, þannig að það er bara komið basically svolítið til mín, sko. Og fær boltan á annan stað og fær það nótt, þetta er bara repetition, sko, myndi ég segja. Hefur þú náð a perfect hat-trick? Það er þá... Hægri vinstri skalli? Gott ef ekki. Já, sérst, það voru að meina að ég held ég hafi gert það. Veitu? Já. Nei, ég ætla að það ekki verið... Nei, ég man það ekki. Ég man það ekki. Ég náð skalla, sko. Ég skora með skalla og skorað síðan þrennu en hvort það hefði verið hægri, sko. Já. Ok, látum við slæta þetta. Sko, áður fyrir við velju spurningarnar. Ég man ég tapaði, sko, þegar ég var síðast inn á. Tapaði fyrstu 1 eða 2. Ég er bara með þess að vinnast þessu. Ég var aðeins að horfa á þarna fyrir þá sem er horfað þáttinn í kvöld og setna þarna fyrir þátturinn með vögg sko er að ég siktaði út, þetta var alveg heimverðarlegur því að við vorum með mjög mörg spurningar á hann í fyrsta þætti að það er engin af þessum spurningum eins. Veistla? Ég hérna... Það er mjög svona skrýtnar og brútal spurningar, ég með... Já. Hvernig varst þið Talk Ben Ein spurningum? Mér finnst þú mjög skemmtileg. Já, og mjög góð. Þú ert ekki með þér í drottningaviðtal, veist það? Nei. Hvað er þetta ekki? Nei, ég er bara trust the process. Já, trust the process. Já, en Leifur, við erum aðeins að hérna einbetta sér skákinni. Nei, ég er góð, sko, ég er bara ekkert mál, ég er alveg einbettur. Þetta er, Leifur, við erum með alveg skákar hérna, sko. Ekki að halda að ég sé eitthvað... Leifur, af hverju þú að segja Leifur með einbetta skákar? Hann var að pakka þig saman hérna á hann og þú ert ekki að segja Leifur með einbetta skákar. Ég verð að koma aðeins hérna á matagjallara, af því við vorum bara helgin. Virkir. Já, ágætt, það var gott. Já, þetta var bara þessi steikaflati, mér dreymdi hann í nótt. En Leifur, ég er búinn að fá kvörtunarbréfið eftir það sem hún gerði hann, sko. Veistu hvað hann gerði því? Veistu þetta? Tell me. Þegar hann mætti á matagjallarann Já. með Kali og Jökul hattinn. Ok, ekki, þú veist, mögulega hefði getað hendur hann út fyrir það. Svo byrjar hann, sest við hliðina á Mumma Messi á píanónu og byrjar að syngja. Já, ok. Ég beið eftir að fólk myndi henda honum þarna út, sko. Það er lélegt. Já, og söngurum var ekki mikið skafrið, sko. Nei, hann var hægilegur. En ég var reyndar beðinn af mínu manni Halla á matagjallaranum að rýma salinn, sko. Já, reyndar, hann var samkóngtakmarka. Já, þannig ég tók bara það er ekki tímbiti leiðið að rýma salinn þetta en að láta Leif samt syngja. En maturinn, hann var geggjaður og þú veist það líka. Já, hann er góður þarna. Það er bara, það er örugglega mál. Ég er alltaf alveg sko týndur hérna. Ég vinn á tíma, ég ætla að vinna þetta bara á tíma. Þá er ég komin í gangi. Ég haf bara eitt sigur. Þú ert svona alveg strækur, þú þarft sko fyrsta markið. Já, það er þannig sko. Má það sjá? Svo erum við. Hvað, Leifur, þú veit að alveg að það... Áfram? Hvað var þetta í komið? Andri, challenge að vögan. 14 sekúndur eftir. Má ég fá að döfi jú, takk. Byrja á þessu bara. Já. Það er á tíma. Ok. Þetta lítur vel út. Og... Nei, ok. 8 sekúndur eftir. Hvað er mikið? Hvað? Skák? Já, eitthvað. 5 sekúndur eftir. Yes. Nei, nés, ekkert nés. Þannig já, lækja þetta. Og... Já,
bara eitthvað. Bingo! Það er lýrandskakkinni bara 8 á efni. Er þetta menn sem þeir eru vantanlega með 15 eða eitthvað? Já, þessi Já, gæði þeir eru logið. Já. Ég held sko að ég sá á hann einhvern account og bara var 800. Nei. Já, það þetta var er 55 sko, þetta er stuttirskákir, en þetta er alveg gæði sko. Já, það þá var ég að taka mínar praktikar, ég var bara eitthvað að leika fyrir að hlusta á ykkur og velja. Ég er svolítið svo, það eru nokkri leikmenn í fótbolta, ég spila betur í skák og móti betri gæði. Jú, ég er alltaf vinnaleg gæði sem eru lélegir sko, en ég get svona móti svona... Hvað með Fjölnis að bjóða þér í dans? Já, Það er strækjum tók ég ekki móti honum daginn eða? Jú. Mér finnst ekki það ólíklegt sko. Er hann búinn að vera live, þá er hann kannski búinn að sjá nú hendur hann í síðasta liði? Hann er live sko, hann er búinn að fylgjast með stúderaði. Já, ok. Like that. Ok, Það er vandarveg. en við höfum ekki búin að vinna sér fyrstu skák. Já, nú er ég búinn að ganga þetta, ég horfði á þáttir daginn síðast í fyrst skipti og sá bara einhvern veginn, já ok, það er beint í Hókaríku. Fannst þú tefla vel senst þetta? Í nokkrum skákum, þá var ég fýtt sko, en ég byrjaði, það voru nokkur einmitt bara nákvæmlega svona sem ég bara misti. Og áttir eitt rosalega múvan á manni sko. Já, ég átti eitt rosalega múf. Já. Og hann er ennþá, víst, sá ungi drengur með martraði. Ég er ekki sem að sé á þessari jörðu þá. Nei. Ok, það var bjóð. Já, það var mjög flott. Er þessi hendarhug eða? Hann er í hendaröfu sko. Það En er eins og hann er í Fjölni sko. En ég Viðar, ég ætla bara að henda strax yfir spurningu sem ég veit að er þarna. Fyrst spurningu, ég ætla að koma nokkur á þig. Ég held sé rauði, ég er svona einhvern veginn þreytið svolítið af rauðinni sko. Já, við erum líka með bjórn set og bara... Það er nú frí hérna og allt það. Já. En hvað segirðu? Herru, ertu að koma heim eða? Nei. Ja, þú veist, þetta er svolítið, sko málið er að þetta er svolítið trikki spurning. Fjölskyldan mín er að flytja heim núna, við erum að flytja á stað í Reykjavík og Ég ætlaði að vera að segja þetta. Svo og Frábært útisveið. já, Já. rétt í sjóinn. Já. Nei, og þá svona er maður alltaf með tilfinningar heim og þú veist, það er langt síðan maður heima síðast og svona, en maður svona, þetta hefur komið til tals og þú veist, ég ætla bara að vera mjög hreinskilinn með það, að þú veist, ég er basically ekki að leita eftir því að vera í Noregi, þú veist, þangað til ég kem heim. Þú veist, mig langar að taka eitthvað ævintýri sem að, já, þú veist, það er bara nokkuð augljóst dæmi og þú veist, ég er náttúrulega búinn að prófa þetta þá þér, en það er væntanlega út af því að þú færir betur borgað á öðru stöðum heldur en í Noregi og það er bara, þú veist, ef ég gera það ekki, þá er bara flott, þú veist, að koma heim í staðinn fyrir að vera þar og... En hvenær myndirðu segja að vera deadline fyrir, þú veist, hvenær veistu, þú veist, hvenær þetta deadline varandi að fá samninga um annars þar? Sko, ég náttúrulega átti erfið tímabili fyrir það, þú veist, núna þessu ári, ég var meiddur mikið já, þú veist, bara náði ekki að spila nógu marga leiki og það bara tekur sinn toll, þannig að þú veist, það er svona kannski gleymist aðeins í umræðinni þá og þú veist, það er auðvelt að segja, kannski er hann að eldast og eitthvað svona, þú veist, en eins og ég átti marga fína leiki þegar ég var heill og ég var bara basically ekkert heill í á síðast tímabili og þú veist, það er bara að tekur sinn toll að þú veist, liðið er ekkert mikið að pæla í mönnum sem eru meiddir, þóttu sett með gott rekord og allt þetta. Já. Og ég myndi segja bara, þú veist, en ég er alveg ágætlega sáttur í klúbbum sem ég er í og allt það, en þú veist, ég bara ég er hugurleitar í eitt ævintýri viðbót og þaðan kem ég heim. En drottningin kemur ekki inn. Andri er í hendarhug, hann var eitthvað grín. Ég var ekki að hugsa hana, hún er fucking góður maður. Það var ekki blóðsýrið, sko. Allt í góðu. Ertu alveg heillega samt? Herru, hvað var það langur tími? 5-0. Já, við getum unnið það, ok. Þetta er búið. Ég er alveg heill núna, já. Það er já, ok.
Andri, vel gert. Já, það er mikið. Eitt. Resign tag. Heiður er hann. Já, helviti vel gert. Það er ekki það eitthvað, ha? Ok. Hvað er fyrir í resign tagan? Það er flaggið. Hann vil hérna boring takanum hann. Já, Ok. ok. Já, en Tom og Krúsunni, hann er næstur. Hann langar að vita hvort þú horfðir einhvern veginn á DFT-spóluna af ég er rætt. Heldur betur. Er það? 100 goals. Já, 179 goals. Heldur betur maður, ég pappa átti hann og bara þegar ég var sko 7 ára eitthvað og ég hef hort á hann eitthvað svona 50 sinum. Hann er eitt besti slúttari bara í sögunni sko. Það verður bara að segjast, eða þú veist sko, kannski auðvitað fyrir Assamann að segja en hérna. Svo fyrir þetta Viljan. Já, Viljan alltaf, það gleymist hvað hann gerði fyrir Arsenal í raun og veru sko, það setti einhverja nýja staðla þarna sem bara þekkjast ekki. Já. En ég finnst mér rætt sko, hann bara geggjaður og svona var fyrirmynd svona á yngri árum. Já, ég hef lítið séð á hann á velli, en hann er geggjaður pundit. Já. Er það eitthvað sem þú sér fyrir eftir að ferðum við? Já, ég gerir það sko, maður fer alveg að pæla eins og maður er komin yfir 30 og það er eitt af því og hérna, það var bara gaman. Maður verið flottur í því að urða yfir menn, það standi sig ekki vel. Já. Maður þekkir það nú svona frá hinn í liðinni, það er mjög auðvelt að vera, þú veist, alltaf, þú veist, það er allir knattspyrnumenn og ég og fleiri að væli við því að þegar aðeins svona drullaði í því, sko, og þú veist, settu þá í hinspórin, þú veist, ég er Arsenal-maður, ég hef oft farið á Twitter þegar ég var yngri og vittlisari og sagði alls konar fræli, sko. Og alltaf fleiri fótboltapodcast, sko. Já. Mér langar að skjóta hans inn í það því að þú voru að segja að það er ekki dream case scenario að fara heim núna en ef það er ekkert annað býst þá bara skoðum það. Ertu að horfa á einhver lið á Íslandi eða alveg opinn fyrir því eða? Já, þú veist, þessi ég á margt eftir og ógert úti held ég. Já. Ekkert, þú veist, ég er alveg sáttur að ég kemur heim en ég hugsi ég alveg fullt erindi í það að vera úti og standa mjög vel, þú veist, ég myndi ekkert að nenna að vera úti eitthvað lengur ef ég var einhver farþegi, sko. Þannig að ég er alveg góð þess vegna 4-5 ára eftir úti en draumur svo sem er að koma inn með, vera með fjölskyldunni náttúrulega eins lengi og við getur og þá erum við að tala kannski 2 ára á tímabili eitthvað sem ég tek úti núna í viðbót og svo þegar kemur á Íslandi þá nei það er svo sem það er engin lið sem ég er eitthvað, þú veist, nei ég ætla ekki að spila með þeim sko, eitthvað svoleiðis, þannig að þú veist, það er bara, náttúrulega bara, maður myndi vilja vinna eitthvað, þú veist, vinna titla, þú veist, það skiptir svolítið, þú veist, ég hef vunnið titla áður, það er útrúlega góð tilfinning og, þú veist, ég myndi ekkert nenni að vera á Íslandi og vera í 7. sæti sko að slaka á. Hvaða þjálfar hafið heyrt í þér? Fyrstanir? Það hafa nokkrir þjálfar heyrt í mér sko, eftir eitthvað fréttur daginn, en þú veist, Hvað heita þeir? Já, þannig að þú veist, þú er opinn fyrir öllu. Já, þú veist, Þannig. Já, bara þú veist, þegar kemur að því, þú veist, ég er náttúrulega að segja, það var svona hugmynd, basically. Það var ekkert meira en bara hugmynd af því að þetta er svo ógeðslega óraunhæft af því að, þú veist, klúbbur sem ég er með, ég á 2 ára í viðbótar samning og þeir meta mig mjög hátt og meta mig mikil samlega, Eðlilega. Já, takk. Og sko, já, þannig að þú veist, þetta er ekkert í mínum höndum, sko. Þetta er meira bara eitthvað svona sem að maður vill einn daginn og, en þú veist, þetta er ekki raunhæft núna. Klárt. En daginn, það varst ekki hóp og sem mættur beint inn í starti. Já, takk. Landslið. Já. Já, það er mjög skrítið, sko. Það bara aðeins, mekarinn, takk. Var þú strókuð nafnið þetta á herbygginu? Það var alveg skemmtilegt, það var eitthvað svona hughristandi svona þeirri leikinu að koma, sko, ég hef með alveg böllandi sjálfstöð þeim leikin, sko. Nei, þú veist, ég meina já, þú veist, þetta er mjög auðvelt að tala þetta og ímynda sig hvernig það er, sko, þú veist, það er ekkert, þú veist, fyrir utan það, ég var sko, ég er ekki að djóka, ég tók sko eftir meðsli, ég tók 3 mánuði sérst, þar sem ég var ég gæti ekki hlaupið og byrjaði að spila 2 vikur seinna og þú veist, ég var bara eitthvað haltandi ég var að spila svona eftir uppbytun og byrjaði að halta, sko. Fyrir að við fáum mekanismann, þetta er leikir til Þýskalandi, Rúmeníu eða ekki og Makedóníu, ekki? Jú, eða ekki? Jú,
þar ég ennþá bara, ég er rétt byrjað, ég er búinn að spila 2-3 leiki, sko, held ég, og eftir meiðslin, og ég er bara einhvern veginn, ég er engu leikformi, einhvern veginn, fæ síðan, kallið og auðvitað svona stendur maður sína plikt og þeim með, svona hitti strákana, það var líka, fordæmar þessu tímar hana, það var alltaf mikið í gangi, skilur, það er alltaf ekkert eitthvað auðvelt. Það var margt í umræðinu og þetta var, samfélagið var lág á hlið einhvern veginn, svona flesti. Það var ekki góð stemming, Það var ekki góð stemming, sko, nei, og ég einhvern veginn, sko, ég hugsaði þetta bara þannig, að ég tek þetta bara, og liðið var að fara í viku pásu og ég hugsaði bara að það er bara gott til með ná meira leikform og ég alltaf reikna ekkert með því að fara að spila alla leikina, ég er ekki vel í upprunalegu hópinn sem ég fannst náttúrulega alveg fáránlegt fyrir að þista, sko, en það er mín skoðun og ég er rétt á því, en þetta er bara, þetta er ógeðslega skrítið, frammeira þurfa sjálfstraust, það er bara, númer 1 og 3 fyrir frammeira sjálfstraust, þú séð, sko, ég get nefnt svona 10 lélega frammeira, í Premier League, sko, early 2000s, for example, sem voru bara svona one season wonders, gæði, sko. Bara, þeir voru með sjálfstraust og þeir voru að skora mörk. Ef þú færð, sko, einhver skilaboð og þú sért Maður fá eitt nafn, það. Michael Bridges, maður honum það, James Beattie. James Beattie, kókurinn. Þessi gæði, Andy Johnson, þessi gæði, þetta er alls konar jólasveinar þarna, margir, einhverjum voru góðir að sjálfsögðu alltaf. En ég skil gátt því. Þeir skora út af sjálfstrausti og ef það hefði verið sagt þetta fyrir tímabilið, þú ert 4. í röðinni, þá er ekki líklegt að, það er ekki vænlegt til árangurs. Þannig að auðvitað það er erfitt, þú fer ekkert inn í leikinn með axlið, bara afslappaður með axlirnar niður og bara kassan út, sko. En sest það inn í kollinn hjá manni sem er 30? Nei, raun og veru ekki. Þú veist, þetta er samt að því sögðu, að sjálfstraust á ekki verið issue hjá þér, að samt sem að er það auðvitað skrítin skilaboð frá þjálfara að vera ekki með því í hóp og svo startar alla leikina. Já, það gerir það líka, sko, hjá framherja sem var ekki búinn að spila þarna í nokkra mánuði og auðvitað gera það og þetta er bara mín saga á landsliðinu og bara, það er bara þannig og sko, ég mæti fyrst í landsliðið verið í 2 ár og það er sama byrjunarlið í 2 ár og ég skil það mjög vel að þeir voru að vinna alla leiki, sko, mjög eðlilegt og bara gott og flott. Hvað ár er þetta hana? Þetta er bara 2014-2016 sem allt er í blóma og það bara gengur allt þessu smurt og... Kollu Jóndaði frammi og þú ert ekkert að baka í því. Já, og það er bara þannig og þá sit ég til dæmis bekknum bara í 2 ár og svo færðu kannski leikinn, sko, leikinn þinn og þá er ætlast til, bara Kollu Jóndaði frammi gengur allt upp á 10. Þá er ætlast til að þú komir inn og skorir þrennu og... Já, ef þú ert ekki allan að skjóta 3 stöngina og leggja upp 2, tækla 3 og allt þetta, sko. En þá ertu bara, sko, hann er ekki nógu góður fyrir landslið, sem er bara bollocks, af því að þetta er bara, landslið er bara semi eins og félagslið, þeir hittist, þeir eru vanir að spila saman. Það var aldrei þannig að, allir frábæri leikmenn sem spila með landsliðinu, það var aldrei þannig að það var bara sett bara í ok, þetta eru 11 bestu leikmenn sem spila best með félagsliðum sínu, þeir spila núna, skilur. Það var ekki þannig, þetta var bara það sem var að virka best fyrir landslið. Og ég skildi það bara mjög vel. Svo komið aðrir tímar seinna mér kannski, það sem ég skil ekki alveg, eitthvað meiðsli og, nei, ekki kannski sérstakt dæmi, en það er svona, komið kannski meiðsli og þú ert að skora fullu og þegar ég er að skora fullu, kannski kem í landslið, alveg beittur og þá allt í einu komin eitthvað þessi gæi sem er ekki búinn að spila í 3 mánuði í staðinn fyrir þig frammi, sko. Það er bara partur af þessu, kannski finnst þeim þjálfurum henta betur í það skipti en skilaboðin mín er alltaf þannig að það minnkar bara og minnkar og ég hef sagt þetta áður að það er eitt lið sem ég hef verið bara svona það var bara þá 1 byrjunarlið, það var bara næstu 10 leikina byrjunarlið, sko. Ég hef verið keyptur og það var í Rostov. Ef ég myndi verið Rostov í dag, ég fengi alltaf svona þefinn af því, þótt ég er bara, þú ert bara aðalkallinn okkar. Ég fengi alltaf sama væpið, þar sem ég væri bara, wow, þetta er eitthvað óþægilegt, sko. Og þú sér oft leikmenn sem fara oft þessu saman, Lukaku núna for eksempel, ég er ekki að segja hann nóg eftir, hann er bara nýbyrjað það, sko. Hann var ekkert eitthvað, gera eitthvað fáránlega góða hluti að sígast, svo kemur hann núna, kominn aftur.
þú veist, búinn að vera frábær, þú veist, það sem hann búinn að vera á undan, þú veist, þá er ekkert öruggt að hann koma því að hann er bara með svona, hann er öruglega með, þess að segja, svona eitthvað aðeins í svona bakhöndinni að, þú veist, hann var ekkert með mikið sjálfstætt en það síðast og það gæti alltaf, þú veist, á meðan svo þú verkar sér í klúb sem þú varst í sem að gekk frábærlega, þá kemur hann og er bara eins og, þú veist, þóttu að það er ekki spilaði 2 ára, þá bara kemur hann og skorar endalaust, sko. Þannig að það virkar bara svona ennur ekki með landslið. Já, hvernig finnst þér stemningin hafa verið í landsliðinu núna upp á síðkasti, eins og þeir átt að kalla það inn? Þetta er karlaskipti, þetta er ungi leikmenn og svo er náttúrulega þessi umræða sem er að vega þungt væntanlega. Hversu þungt er hann að vega á leikmenn? Þetta er líka ungir menn, kannski finnst þér bara fínt að spila pressulaust, ég veit ekki. Sko, já, þetta hefur áhrif á strákana, sko. Ég er náttúrulega búinn að vera með það núna og allt og góði drengir og þú veist, þeir ekkert skilið, þú veist, þeir ekki skilið þetta kjaftaði, þú veist, að vera að bendla þá við eitthvað, þú veist, þeim kannski líður eins og þeir séu hérna hafi brotið eitthvað, eða bara, þú veist, gert eitthvað rangt. Þú veist, þetta er svo ógeðslega flókið að tala þetta er náttúrulega, þú veist, landsliðið fyrir bara tímabilið 2012 til 2020 for example, þú veist, það var bara stemningin þannig bara, þú veist, við vorum bara hvern einasta veginn til að vinna. Allir voru alltaf mættir í landsliðið, bara áttu, sko, teipuðu sig saman bara, þú veist, bara voru búin að meiddir í 3 mánuði bara að ná að tjösla sig saman við landsliðið. Svo kemur það núna sem að, þú veist, menn eru meiddir, þurfa að, þú veist, segja sig frá verkefni og annað og svo er umræðan í samfélagsmiðlum og allt þetta, þú veist, þetta er bara, þetta er svona dapurt fyrir unga drengi og þú veist, hefði ég lent í þessu, ég lenti að koma inn og fekk bara þvílík svona stemning og sigurvilji og bara allir voru þvílíkt klefi, sko. Þú skapar svakalega sigurmenningu bara. Já, ekkert smá og þú veist, stemningin í þjóðfélaginu var alltaf eftir því, sko. Já, þú veist, það var að uppsetja alltaf leiki bara nokkur mánuði fyrir og svo kemur núna og spilar á móti. Og það er bara að byrja allir að mæta á völd. Já, það er að gefa fría miða, sko, þú veist, sem er, þú veist, bara, þú veist, það leiðir fyrir svo ungu drengi svona þessi byrjun, sko, en þú veist, þetta er bara, þú sé, þetta var eitthvað sem að, þú veist, þetta var eitthvað sem bara gerðist og, þú veist, það er ekkert að gera í því og, þú veist, það var bara einhver, þú veist, umræði í gangi og þá náttúrulega dettur stemmingin niður og úrslitin var ekki komið því. Þannig að, já, þetta er bara svona ósanngjarnt fyrir svona unga drengi, sko. Já. Er Arnór Viðarsson, er hann maður til að stýra landsliðinu? Ég kann mjög vel Arnór. Ég þú veist, búinn að vera hann í hvað, 3 ferðum, 3 jafnvel, já, 3 og það er bara, þú veist, eins og ég, hann náttúrulega tekur við mjög á erfiðum stað og þú veist, þetta er bara eins og ég, það er örugglega flestir búin að tala um þetta dæmi einmitt, þú veist, það er móða erfitt að dæma fólk á því, þú veist, þegar Já, en ekki við leikmenn, sko. Ekki þess að leikmenn fá þessu spurningu, sko. Já, kannski, það er rétt, mögulega, en þú veist, jú, ég hef vel heyrt ykkur að fá það, en sko, en ég kann mjög við Arnar og þú veist, ég sé alveg hvað hann er að pæla, þú veist, með fótboltann og hann er með, þú veist, alveg skýr að hugsa hvað hann vill gera og hvernig fótboltann vill spila og allt þetta. Þú veist, hvort það er vænlegt til árangurs bara at the moment eða hvort það sé bygging fyrir sko næstu 4 ár. Já. Þú veist, það er alveg að debatta það, en svo kannski, þú veist, fær hann sinn tíma og kemur sínum hugmyndum að og þá kannski eftir 4 ár vorum við kannski miklu betri fótbolta en við vorum áður. En erum við samt með leikmannahóp í dag í það að vera að spila einhverja, ég veit ekki hvað að segja, hápressu að spila á markmanni eða hvernig sem það er, þú veist. Verður ekki bara eins og Kári var að nefna í viðtali við Hödda daginn að, þú veist, það er ástæða íslenska landsliðinu á árangri á tímabili og það var bara þessi grunngildi bara nánast bara 4-4-2 og bara nánast pakki vörð, skilur. Jú, það er, klárlega, sko, þú veist, það eins og Kári segir, sko, þú veist, þú bara sérð bara ekki, þú finnur ekki svona mix eins og var í landsliðinu, bæði, sko, ég er ekki bara að tala um leikmenn sem spila, ég er bara að tala um, þú veist, væpið í kringum þetta, andinn, þetta var bara eitthvað kjaftaði, sko, þetta var svo gott, sko, og þú veist, það er ekki nóg að vera bara með góða leikmenn og þú veist, gott leikskipulag, taktík, whatever. Ef þú ert ekki með svona, þú veist, anda sem var þarna, þú veist, og öllu banderinn og allt þetta rugg sem var í gangi, Kári að gera grína með í skora æfingum og þú veist, allt hitt, þú veist, þetta er brota-brotaði sko sem að, þú veist, bara svona ógeðslega skemmtileg stemning. Þú veist, með þessa stemning og svona vilja einhvern veginn, þú veist, að menn voru alltaf einhvern veginn að bara stórmóti bara það sem við ætlum að gera, þú veist, þá bara, þú veist,
Það var erfitt að byggja þetta upp og það jú, þú getur alveg sagt það að við erum aldrei að fara að spila kannski í Þýskaland út úr pressu, jú, við gerðum það nú reynda nokkuð sem við reyndum, en við erum kannski ekki að fara að gera það með þeim árangri að vinna á 4-0, sko. Ólíklegt, já. Já, það ólíklegt og þannig að kannski gott að hafa þessi grunngildi á hreinu, að við séum sterkir í föstum leikatriði, við séum en þeir tala þjálfarnir líka, þeir vilja bara spila, Guardiola búbana, sko, þannig að það er alveg, eins og segja, það það er hægt að ræða þetta mikið en að sjálfsögðu þarf Ísland að halda í það sem kom þeim langt, ég held að það sé alveg á hreinu, sko. Ein bónusspurning Leifur, áður nú færið að halda áfram. Já. Leiðir þetta að sjá Eið fara úr þjálfarateyminu? Það sjálfsögðu, frábær drengur og búinn að vera Legend. Já, bara legend, bara besti leikmaður í sögu Íslands og það er ekkert flókið mikil fyrirmynd á yngri árum þegar hann var að spila með Chelsea og bara, ótrúlegur ferill og þekking bara, Og góður þjálfari líka. Já, mjög góður þjálfari og allt sem þegar hann talaði hlustuðu menn, sko, það er ekkert alveg sagt það er ekkert alltaf þannig, sko, það er margótt sem menn svona lokaðir eyrun þegar einhverjir tala, sko, ég er ekki að tala neitt á Íslandi en neitt, bara svona sumir þjálfarar þeir bara kjafta endalaust einhvern veginn og Já. Nei, jú, sjálfsögðu, leiðilegt að Leiðilegt þessi farin og bara góður þjálfari, ég vona bara hún vegni sem best. En þetta er ákvörðun sem KSÍ tók og þeir hljóta þá einhvern veginn að hafa eitthvað fyrir sér í þeirri ákvörðun. Svo þetta var nú einhverju óuppsegjanlegur samningur eða eitthvað, þannig að það er oft þannig að þeir eru ekkert endur nýjaðir. Nei. Til að loka landsliðsumræðinni, hver er besti gaffer sem þú hefur átt? Sem sagt landsliðsstjóri? Minnir ég að fengið spurning síðast en ég held ég að sagt, sko, Hammarinn hafði mjög mikla trúmir. Það er eftir þar. Hann hafði mjög mikla trúmir, en Heimir er frábær þjálfari, sko. Hann var með mig í BVF og svona, en ég skil alveg að ég hef ekkert verið efstur á blaði þegar Það er best á lét. Já, það bara gekk það vel, skilur, og við spilum ákveðin fótbolta sem kannski það henta mér ekkert að vera í einhverju bullandi pressu og þurfa að hlaupa 13 km í veik til þess að prove my point, sko. Þannig að, svona, og náttúrulega Lars virkilega góð þjálfari, þegar hann gaf manni einhver hrós á sínum tíma, þá var maður, sko, maður gleymdi það aldrei, sko. Þannig að Var hann spara hrósinn eða? Já, hann kom ekkert með það á hverjum degi, sko, þannig að þegar hann kom með það sérstaklega eftir leiki þá var maður þvílíkt sáttur, sko. Það eru bestu þjálfararnir, sko, sem ekki alltaf hrósað og þeir eru hrósað á þetta svona, já, ok. Já, þannig er það. En þú veist, það er í hlétnu þegar Leifur rétti mér æbarnið þar því að hann þorir ekki að spyrja þessu. Nei, þetta er ekkert svona leiðis. Ég er að stríða. Eitthvað sem við tekið örugglega fyrir áður, mjög lítið. Var ekki spurningu 6? Eitthvað move sem þú sér eftir? Núna er alltaf hálft á liðið, kannski er eitthvað búið að breytast þér. Sko, ég hef búin að svara þessari spurningu á þetta tekna skák, því ég sé svo ógeðslega þetta og svo ég léleg skákheimar á móti Já, þú vilt ekki þetta sjá. Andra Jónasætti bara. Andra, ég er búinn að taka þetta bólinu, sko. Þetta er skammar, sko, ég er búinn að tapa hvað, 2-3 og vinna eina, það er Já, new match, check. Eitt að njú? Já. Og er ég út í gang þar. En sko, þetta er ógeðslega trikki spurning á mörgu leyti, sko. Á mörg kannski, þetta er eins og við svo að verða, sko. Það ekki það? Jó, þetta er bara Rostov, sko. Lélegasta hugmynd sem ég gert, en ég er náttúrulega... Komdu með hugmyndina. Já, mekanismann bak við Rostov. Ég er sérst... Maccabi Tel Aviv, hvað er hann að gera sam og ég er að gera það? Það var komið gagg. Ég sérst já. Ég sérst er í Maccabi Tel Aviv og við Er það með gott skor þannig? Þar, sko? Já, mjög gott, sko, mjög gott. Ég er ekkert eitthvað, það er enginn að forsa mig að fara, en málið var að það var financial fair play, sko. Þeir voru bara, þeir voru að borga mjög há laun, og
eru margir leikmenn bara mjög vel launaðir þarna og Er það ekki bara nokkuð nýtt að nálega þá? Er þetta bara alveg nýtt? hvað þá? FFP? Finance and Fair Play? Jú, basically, sko, þú veist, það var þá bara glænýtt og þeir vildu svona proof a point held ég og þú veist, við komumst ekki í Evrópukeppni eitt árið og það var bara Finance and Fair Play bara, þú veist, þeir voru bara að segja, þú veist, þeir eru bara í einhverju nettó tapi og þú veist, það var bara vesen fyrir okkur og þá þurftu þeir að selja, sem sagt. Þú veist, bara þess að koma bara til að jafna út bókandi og ég var með mjög góð laun þarna sem og alveg fullt af öðrum gaurum en ég og einn annar gaur vorum sem er markmaður núna í frönsku deildinni, við vorum svona, hann er aðal markmaður Serbíu. Já. Hann var sérst þeir gátu fengið svona alvöru seðil fyrir okkur sko til að selja, hinn voru kannski aðeins eldri eða eitthvað svoleiðis. Og skal ég segja þannig að þeir þurftu bara að selja hann, ég seldur á lokadegi til Rostov og ég er búinn að vera 2 ári, ég hugsa bara já, kannski fínt að prófa með nýtt fara í Rússland og fara til Rússlands og gera eitthvað góða hluti. Þú varst opinn fyrir öllu þarna? Sko, já, basically sko, það voru búin að fullt að liðum bara, þú veist, frá Þýskalandi, frá, þú veist, Englandi, Leeds og BOOM! Hann var að sjá okkur 10 leikir hann tíma þarna sem að en þess að það voru... Það er strax að ljúmast. Það voru lið hérna og það, en ég bara, þú veist, sem vildu fá mig, bara þeir gátu ekki borga það sem þeir vildu í salinir, þess að þeir vildu fá bara 6-7 milljónir evra og það breytist síðan niður í bara 3 þegar Fair Play kemur, sko. Það var bara lokað af glugga sem við komast ekki í Evrópukeppnina og bara í fyrst skipti í einhver mörg áran og þaðan sérst þá bara svolítið desperate að fara bara svona já, veist, ok, búin að vera einhver lið og eitthvað svona, veist, og ég fer sérst, það er lið sem vil fá mig sem er í öðru sæti í rússnesku Premier League og ég bara, ég mæti og er dýrasti leikmaður sem ég keypti þangað, sko. Hvað var kaupið þið? Það var eitthvað 3 milljónir evra eða eitthvað svoleiðis, sem er ekkert mikið, það var bara ekkert tækti fyrir að kaupa leikmenn dýru dómi og Voru Sverrir ekki þá að það? Já, og Björn Bergman líka sko, en það vorum 4, þannig að það er lína með... Hvað veist það að það? Já, veist, já. Hvernig er djammi í Rússlandi? Djammi í Rússlandi? Ég get bara orðað þannig að Moskva er fín sko, en hitt er svona frekar Sovjet sko. En ef þú átt pening að það, er þetta ekki alltaf leiðið það? Jó, sleppur alveg sko. Það er ekki það sko, jó, Þetta er fínasta land en ég held að segja að borgir skiptir mjög miklu máli og það sem við, þú veist, liðið sem ég var að spila í, þú veist, með þjálfarinn, þú veist... Það var 3 manna vörn, mann ég. Þjálfarinn er gamli í skólann, sko. Já. Og fótbolti sem spilaðist bara, þetta var 5 manna vörn þegar þú segir það, sko. Og Já. Fótbolti sem spilaði, veist, það bara, veist... Þú fékkst ekki boltan lengi bara? Nei, það var svolítið mikið þannig, sko. Og þú veist, bara fékkst bara ekki færi og alls konar núna, þannig að þú veist, þetta var svona... Og þetta er á lesti og transfer window, þannig að þú veist að þú kannski... Ég var alveg að segja já, sko, að mörgu leyti. Já. Þannig að þú veist, Þetta er góður. En bara, þú veist, getur ekki bara eiginlega svara þessu með að eftir á að hyggja... Ég átti sko 2 ár eftir, Maccabi? Já, Maccabi sko, þannig að þú veist, þetta var bara eiginlega galið sko. Nei, veist, eftir á að hyggja þá bara alltaf Rússland bara svona smá fokkaður upp. Já, ég myndi segja það sko. Það er ekki það? Heyrðu, kottu með leikinn? Já, nei. Nei, betri tísu, skál. Hvítar tísu. Hérna, já, sjálfsög. Doppelcheck. Já, ég var að hugsa þetta sko, þetta er alltaf svo langi líf. Rostov var að vestan, það er bara, þú veist, alveg klárt og það sem gerst í framhaldinu af því, þú veist, þá ertu að fara á lán, þú veist. Rúbin. Já, Rúbin er geggjaður klúbbur, sko, þú veist, að mörgu leyti. Þú veist, þegar ég kom okkar, voru, sko, meðalaldurinn í liðinu 20 ára, þú veist, þeir voru með einhverja rebuilding dæmi, sko, og það, þú veist, bara, þú veist, það var ekki, við vorum bara, þú veist, skoruðum alla, fengum alla færi, skoruðum ekki mark, þú veist, það var bara, þú veist, það var erfitt og, þú veist, svo fyrir þaðan á láni kannski, nei, það var undan því, svo voru alltaf Hammarby í Hjörvar, þú veist, í mars, þá var ég bara eitthvað að spila, þú veist, þannig að þetta er bara, þú veist, ég segi þetta sé bara svona keðjuverkun einhvern veginn. Já. Af því að, þú veist, ef ég tekið Ísrael hérna, þú veist, bara
þeir eru út samlingið þar, þegar þú veist, það voru alltaf svo stóri liði alltaf að pæli með þá einhvern veginn. Já. Þú veist, þannig að ég svona einhvern veginn var bara, ég var svo ótrúlega góðum málum þar, svo góðan status, þú veist, þá voru, þú veist, ég fór til Tyrklands að sitna með, þú veist, þá voru þeir einmitt að tala þú veist, þú skoraðir einhver 50 mörk í 80 leikjum í Ísrael. Já. Þú veist, eitthvað svona. Svo gleymist bara það sem ég gerði þessi ári í Rússlandi, þú veist, Hjá Hammarby á gott skilur, þú veist, þetta er eitthvað sem ég var búinn að gera áður. Já. Þannig að, þú veist, þetta er En mín mistök. við pælum oft í hlutabréfin. Rétt. Ég og þú. Rétt. Hvenær voru hlutabréfin hæst í vögg? Þetta er mjög góð spurning. Þegar. Ég myndi segja svona 2016 í Malmö eða Starts. eitthvað er ekki. Þetta var þess 2016 í Malmö eða mögulega í Ísrael frá 2018. Þú veist, þá voru liðið svo Newcastle eitthvað að spyrja fyrir og þú veist, svoleiðis, þú veist, ég fekk tilboð til dæmis frá Leeds þegar þeir voru í Championship. En þeir voru bara, þú veist, ég veist að það var þrefalda launalækkun, þannig að ég bara gleymdi því kallið minn, sko. Þú veist, fjölskyldan varði þvílíkt góð yfirlæti, maður. Finnur það með því lítið? Já, ég verður að bera virðingu fyrir fjölskyldunni, sko. Það er svona minnsta sem við getum gert, sko. Nei, þetta var bara, þú veist, munurinn var það gígandi, sko. Þetta var eiginlega ekki, þú veist, hefði ég átt bara, þú veist, eitthvað dapurt tímabil hérna, skilur eitthvað annað, þú veist, þá er ég bara í hassi, sko. Er það samt eitthvað sem stór lið gera? Þú veist, að lóðbóla svona samningstilboð? Nei, þeir voru bara í fokki hérna. Já. Þú veist, fjárhagsstaðan skjóta leikmenn, sko, en þú veist, það var einhver nú er komið einhvern nýjan, það var einhver Ítali sérst, og nú er komið einhvern annan Ítali sérst, sem er bara í einhvern veginn miklu betri sérst stöðu. Já. Og það, þú veist, það var bara, þú veist, þeir voru að leita, sko. Hann heitur. Það er auðvitað, sko, já. Já, allt í góð. Við komum bara með einhverja brandar á meðan. Já, en sko, bara svo við ljúkum skiptaðum af, þá langar maður að koma inn á... Tíu gaman að vera með okkur maður. Já, bara... Þetta er besti vinur þáttarins. Já, hann og Albert. Albert og Rexi. Já, klárlega, þeir eru þrír þarna. En Kölski. Já, Kölski. Þeir dressa okkur upp í útskiptina. Já, og í þættina. Og í þættina. Sérsumið jakkaföt frá Kölski. Það gerist ekki betra. Mér langar eiginlega að taka eina myndi. Á ég að segja smá leyndarmál. Ég fokkaði smá upp á það. Ég Ég tók þessi þetta, þú sást það svipnum aðeins, sko. Það var kynntanlegur, sko. Hvernig fólk er það? Ég vil fá challenge af auðvitað. Fleira challenge. Einn myndi, ég kann það ekki. Borðið var ekki á skjánum, til að byrja með. Það er femflægt því hann tapaði. Nei, já, nákvæmlega. Hann svo bara leið á hann þá er þetta komið, sko. En þú ert búinn að lesa spurningar mér á vögg, er þetta bara fínt, eða? Jú, ég bara, leið og sagðir ég vissi að næsta hefði komið áður, sko. Nei, þarna... Æ, maður í hvað, skiptir ekki máli. Stærsti samningur? Nei, já, hann eftir, já. Aski. Hver er stærsti samningur sem þú hefur skrifað undir, Birkir Sigur? Stærsti samningur, það er líklega bara samningur sem ég skrifaði senast við Kat, sko. Já, hann var heldur stór. Ég þurfti að rifja upp hlutina þá, sko. En náttúrulega gott að við erum með stéttafélag á bakvið. Já, en þú veist að ég tók á mig launaleiknir eftir kröfuna sem þú varst að biðja um, sko. Ég veit það. Það er þess að sína Davíð hvað hann keypti ölið, sko. Herru, bæk, what timing, Er þú varst með hérna, veitu hvað, spilum við að gefa 2000? Já, en ég passaði samt að enginn sæi í skangina, sko, Birkir aftur. Vel? Nei, jú, herru, sá fólk þetta? Nei, engan okkur því. Það sá engi skákina, Leifur er búinn að vera svo mikið að svissa, en... Þú sá ekki þess að ég var um á hann eitthvað, 22 grúð bara slægur hérna. Vögg, ef að segja þér alveg svo þér. Ég er búinn að redeem myself. Vögg, fyrstu þarna tvær tapskákirnar hennar, þær sáast ekki á skjánum, en sigurskákirnar hennar sáast allar. Takk. Ég sé eftir að tapa út í þarna Fjölnisstrækjarnar, það var eitthvað, ég var alveg utan með þá. Þetta er leikstjórn par excellence hjá mér, sko. Það er rétt. Herru, Leifur, Næst spurning, við höfum áfram, já. Hver er mestu hæfileikana í 89-90 á gangi Selfossar fyrir utan þig? Spyr Hrafngill Freyr.
Ok, hvað segir þið? Hver er bestu hæfileikana í Já, hver er 89? 89-90, hæfileikar. 89, fyrir utan mig. Fyrir utan mig, ég veist. Hvað er að segja þetta, skilur? Ég veist, Arsenal að segja þetta. Það er Arsenal Já, en þetta er spurning. Já, hún er beint svona þér. Hérna, sko. Ég ætla að taka topp 5 listan á það. Ok. Ég ætla að segja sko. 89-90, ég ætla að taka topp 5 lista ekki í það sérstaklega röð. Ok. Eiríkur Rafael Elví. Hann er reynda besti vinur alltaf, þetta er mjög kannski, þetta er ekki hlutrænt mat, en í svona þriðja flokki þá var hann ég myndi segja einn besti miðjumaður á landinu. Já. Og sem sagt, hann var ótrúlega góður, hann bara hætti að sökum, ég myndi setja áfengi á sökina. Já. Hann fyllibita. Klassískt. Hann fyllibita og það var nú margir lent í því svona ígerðum grunnskólanum, sko. Hann var bara, fer úr því bara að vera þriðja flokki eldri og bara ótrúlega efnilegur og kynntist konum og brennivíni. Það margir brennt sig á því og síðan það náttúrulega, sko, hæfileikaríkustu. Þetta var erfiði spurning, sko, því að sem hefur kannski náð lengra en margur, það er Sigurður Emil Guðlaugsson, það er ekki með hæfileikum. Það er meira með svona eljusemi og var í mjög góðu standi og mjög góður leikmaður spilar, hann þekki sín takmörk og bara svona hægri bakvörður. Þú veist, kannastu þau nafnið? Ég meina, Birkir, kannastu þú nafnið? Sigurður Emil Guðlaugsson. Já, kókur. Þekkir þessu nöfnið, ertu alltaf bara að segja þetta? Hann segir alltaf kókur. Siggi Guðlaugs. Siggi Guðlaugs, Sigurður Guðlaugs. Hann er... Guðlaugsmenni. Þetta er Eiríkur Rafael Elví, Sigurður Emil Guðlaugsson, en hann er meira út af, sko, hann spilaði 2008 og var nálægt þegar í liði ársins í fyrstild og þeir eru jafngamlir og hann er þarna, en ekki út af hæfileikum. Svo er það annar leikmaður sem heitir Guðmundur Sigurðsson sem bara... Eins og ég kalla Gummi Sigurs. Já, bara Gummi Sigurs. Gummi Sig, hann er það. Þú veist, hvað er þetta með tími? Já, Rísaðin er bara á bjóðunum aftur. Hann getur bara challenge á halda 5 mín. Gummi, við höfum ekki tíma í þetta, Rúf. Nei. En já, fyrirgeðu. En þess að Gummi Sig, hann er búinn að vera neðri deildunum síðust ár og hann var ótrúlega hæfileikaríkur þarna í back in the day. 89, hvernig var 90? Það var Sigurður Guðlaugs og ég... Veitu, hvað er Gummi Tóta á Jóndagi? Það er 92, sko. Siggi Eyberg, ég er ekki þarna með. Það er Siggi Eyberg, Eiríkur Rafael Elví, Gummi Sig, svo fyrir að þinnast helvíti mikið þannig að 89-90, þetta er enda, þú veist, þetta er svona í heildina, þetta er í heildina svona eitt besti árflokkurinn, sko, á Selfossi, sérst á þeim tíma, sko, svona þessu árana, en það er kannski ekki mikið af svona individual, sko, með bæri. Þannig að þú veist, þetta er 20 myndir, sko. Já, hvað er þetta eitthvað bíl? Það er æsið, sko. Já, bara takk. Nei, takk. En Leifur, þú voru að passa á að taka spurningar svona vilja vekk, sko. Já, ég... Ok, Gummi Sig, Eiríkur Rafael, Sigurður Eyberg Guðlaugsson. Nú fer að þyngjast, sko. Þeir voru alltaf svo góðir saman. Við unnum til að við senda Íslandsmóti innan hos 90 móti, sko. Það er alltaf ótrúlega að baðast top 5 á þessu lista, sko. Já, ég var að segja það. Ég sagði það. Ég er að segja það er ótrúlega. Ok, það er sitt Þetta er frábært content. Það er sitt í, sko. Það var eitthvað sem það var eitt nafn, það er í top 5 lista. Ég var alveg, kannski, Það er bara top 20. ég er alveg með svona 4-5 nöfn í viðbóti. Þetta er allt svo mikið svona, þú getur ekki talað um einhverja stórkostlega hæfileika. Þetta er meira svona, þú veist, Þetta er sniðið, Róður. Þetta er sniðið, Þetta er sniðið. Ég ætla ekki að tala með það. Tommi Sjöberg, sko, Sjöbergir, hann toppaði, þú veist, tvítur í fjóruðdeildina. Það er mjög erfitt þegar maður segja eitthvað, eins og hann að vera eitthvað að springa úr kæðum. Það var ekkert að springa úr kæðum, sko, hann að yngri, sko. En þetta, við unnum hérna Íslandsmótinu, hérna, þriðaflokki, eldra ári. Já. Birkir, nú varst þú að skrifa undir rissasamning á dögunum. 2,5 milljónir, eða ekki? Ég hef katt. Eftir skatt, já. Ég þurfti að taka með launavegna eins og ég tók fram á hann. En hver er stærsti samningur sem þú hefur skrifað undir á ferlinum?
ætla að sé ekki svona með gengi. Ég elska gengi. Já. Með gengi að það gera Ísrael. Kína fylgir þar fast á eftir. Sérst, hefði ég verið með betri laun áður en ég fór til Kína, for example hefði ég verið bara með Ísrael laun og farið til Kína, þetta er bara virkar þannig hóðansandi. Hefði ég verið með Ísrael laun og farið til Kína, þá hefði ég fengið þrefaldan, sem sagt, þú veist, þú fær alltaf svona, hoppar svona 3x, myndi ég segja, í hækkun. En það sem ég var á lágum díl að ég voru eitthvað fyrst, bara á gjössum 2014 hana, já, bara Sólveig Rönnur bara. Já, bara bótum, sko, þetta er svona í með Noreg, þetta er svo dýrt, sko, þú veist, ég bara, þetta var svona rétt Samt hvað þú markaðist í dag. Já, þetta var bara rétt til að hafa í mig og á, sko, þannig. Já. Keypti hérna tölvuhanda, með kærastunni minni, þáverandi og núverandi, og ég bara sjálf það gleymt í, og svo ég var sátt með sjálfum mig, sko. Þá hafði ég keypt tölvuhandar einum, sko, þetta var ákveðið svona afrek einhvern veginn á þeim tíma. Þannig að það er svona svolítið bitna á mér þegar ég fór til Kína. Ég hefði getað, þú veist, fengið mun betri díl. En þú veist, það var bara, þetta var svolítið svona, þú veist, þeir sendu ykkur umboðsmenn til Noregs og skönnuðu hvað ég var með í díl, sko. Já. Sem er hrikalegt, sko. Já, það er mjög spes. Það er hörmulegt, þannig að þeir sögðu, sko, þú veist, það er að fara að pott segja já við þessu, ég sá þetta bara, þetta var geðveikt, sko. En það hefði getað verið, sko, fjórfalt meira. Ég ætlaði einmitt að spyrja, voru setti Óli Garðars Hreiðarsson bara borðið og sagði hækkið þetta? Eða það eru brjálæðir, hvernig var, þú veist, þeir eru að tala svona fjármuni og svona stökk, þeir eru að skapa fyrir tölvu og segja fyrir Kína í Kósi. Sko, málið var að þetta var komið í janúar og þeir voru búin að segja nei við Heren, Fín og Norvits og ykkur í sumarið því þeir veit ekki borga það sem vildu hana voru ekki, sko. Að Óli er bara með eitt svona koncept og quote, það er money talks bullshit walks, sko. Hann vinnur bara með það og þú veist, það er bara, þú veist, ég var 24 ára, þú veist, jú, ég hefði getað tekið, sjálfsögðu að geta tekið move og svona tekið meira svona ferilsleiðina, sko, en þú veist, ef þú færið svona borðið frá Kína þá bara getur ekki sagt nei. Nei, klart. En Ísraelssamningurinn var stærstur og þú veist, það var stærsta kaupverðið og allt, sko, þeir settu bara allt á línuna, sko, þannig að það er, þú veist, eitthvað, það var, sérst, ógleymilegt, ég átti bara frábæran tíma þar, basically, sko, og þú veist, allt einhvern veginn í kringu það er bara sturlað, sko, ég get alveg hugsað mér að fara til Ísrael aftur bara í náðust framtíð, sko. En er það rétt að sé erfitt að losa cash úr Kína? Já, ert að grínast eða? Sko, það eru einhverjir klúbbar, sem er ekki margir, sko, sem eru búin að bjóðast til að borga, sko, á offshore account, sko. En ég þurfti, sem sagt, og Sölvi félagi minn, sem var svo tregar við það, hann meira svona safna, hann vildi halda honum, ég veit ekki alveg okkur það var, sko. Já. En þú ert að fara þú ert að taka samningið inn, þú ert að taka vegabréfið þitt, bara vísa, bara fullt af hlutum, fara í tax office með túlk, sækja það sem búin að vera borgi í skatt, þannig að þú ert í banka, finnur einstakling sem kann ensku sem tekur, sko, aðstöðu svona hálftíma. Það er líklega bara einn af svona kannski 20 sem tala bara proper ensku. Ferð þangað, ferð með þetta, skrifa undir svona ángríns svona 15 blöð og það tekur svona, þetta er svona 1,5 tíma prósess. Bara að millifæra til Íslands. Og það er bara, þú veist, galið, sko, fyrir núna. Er þetta ekki 95% skattur eða? Það er, sko, ég borgaði, ég er útborgað nettó. Þú veist, þú séu mig bara nettó, en svo eru þeir að borga, sko, liðið borga 60% auka í skatt. Nú er ég kannski að opna mig full mikið, en það er alveg, þú veist... Keep turkey. En það er þannig þannig að basically, jú, þú veist, besti samningur í Kína fór sjóra því að, þú veist, þú með skattir með og allt þetta, þannig að, þú veist, þetta er rosalega skattur, þú veist að borga, sko, já, ætli sé ekki svona 60% skatt. Já. Það er með svona háa tekjur, sko. Svo eru bara mismunurinn að það er rosalega, sko. Þú ert með, sko, þú er í 8 milljóna borg og sér bara, þú veist, luxury cars, þú veist, það er bara, þá ertu bara upp hér, sko. Ja. Þeir kostar svona 3 svona meira á Íslandi, sko. Já. Og það er bara standard, ef þú veist, með þannig, þú veist, ertu á henni bíl. Það er bara svona, þú veist, það er bara svona status, segir minni. Og þú veist, og svo sér fólk sem er bara, þú veist, að labba með körfu að
að leita að fröskum, sko. Þetta er ógeðslega. Já, bara Sléttugeitur er vespu og bara... Já, bara, þú veist, bara vespu með, sko, sér bara 8 mánaða krakka hérna fram á, sko. Já, það bjóða þetta sér til, Ég sko. ætla að einnig spyrja Það gleymist. Þú ert að velta skemmtilega spurningu, kannski ekki góða samhengi, talandi maður með körfur og allt það, en hver er skemmtilegasti bíl sem þú átt? Hefur átt eitthvað skemmtilega? Já, frábær tenging á leik. Þú ert á Selfossi. Já. Þú ert lítur á svona bílakall. Það er nauða fátið, þú segir, já, það er bíla. Já, þetta er svona... Við getum líka að tala um einstæðan mæður og Já, þetta er svona illa vegið að lifa að hjóla beint í dýra bíla. Leifur hatar litla manni, sko. Já. Ég hef aldrei þekkt hann. Hann er alltaf kominn af hérna... Við erum bara að horfa á þetta húsinu. Já, ég er að horfa á húsinu við hann, sko. Ég bjó, áttur því, ég bjó einn með pappa. Já. Og það var sko, það var heppni, eða það var til sko mjólk í ísskápnum þegar ég var yngri, sko. Það er ekki þannig að leið? Nei, svo pappi tók alltaf Wi-Fi af á nóttunni og hérna, veist, svona, sko. Já. Það er eitt og miklu yfir nóttuna, sko. Já. Þetta er, þið þekkið þetta ekki, ég er bara að tala um hvernig þetta. En, jú, bílar, hérna... Segir þú samt. Úr einu í annað, það er hérna... Ég sérst hérna átti, ég fekk rosa góða gjöf frá mömmu minni á sín tíma. Það var hérna, sem sagt, Volvo S80 Amerikutíman 2.9. Já. 200 hestur með ljósu leðri, sko, helvíti flottur einhvern veginn, keyptur af eBay hérna. Já, áfram. Það gestur það? Nei. Hérna, og sem sagt, hérna, já, hérna, Áfram. ég keypti hérna, fengið Volvo, geggjaður, bara gæðugubíl og þetta var maður á bílpróf, sko, sem bara, þú veist, gerir bílinn betri, sko. Já. Og þú veist, svona meiri svona upplifun einhvern veginn og svo í framhaldinu, þú veist, bílandi sem ég keypti, ég átti Porsche Cayenne í Svíþjóð. Geggjaður bíl. Range Rover hérna á Íslandi, BMW 645. Það er svona eiginlega M6 með M6-lúkinu, matt svartur. Já. Það sé ekki svona skemmtilegasti bíl síðan. Já. Það er hérna Sölvíkir, hann seldi mér þann bíl bara á svona 20 mínútum á sínum tíma. Við vorum báðir nýbúin að borga bara frá Kína og ég var bíllaus á Íslandi og hann sagði hvað segir við? Töktu þér bíl hérna? Ég ætla bara já, prófaði bara að keyra, takk það bara, skilur við. Sölvi Jéni síðan það ég var að já, Sölvi, sko, örgulega með einhverjum sölupróstur að selja, sko, en ég keypti hann bara samdægus og hann var helviti skemmtilegur. Hann var einhvers einhver 400 hestafla BMW, hérna, já, 645 mattur, seldi hann daginn. Svo var þetta mjög fyndið, ég seldi hann sko bara á gjafaprís. Ég veit svo sem ekki af hverju ég segi þetta í Tesla Dark, en hann var á gjafaprís og við gæði sem keypti hann. Og hérna, svo hann kominn bara bland nokkrum dögum seinna á sko 100% more. Nei, jú, þannig ég kannski fór kannski aðeins svona under the limit, sko. Við erum að pakka sér saman. Já, sko, hann líka bara grenjandi á það. Leifur, ertu búinn að halda skori í kvöld eða? Já, sko, Reynisson var að biðja um rematch, núna 5 minnir eins og maður. Takk. Ég held að Vögg sé bara að taka... Þetta sé bara að tapa 2 og vinna 3, held ég. Já, ég held sér rétt þar. Já, og það er bara... Ég var til að vinna 5 og tapa bara 1. Er það? Já, þú veist, það voru 2 sem sáist ekki á skjánum, sko. Já, það var eitthvað eitt jafntefli þarna. Leifur, við verðum að gera nýja skáka eða? Það er bara hinn aftur, já. Og sjá. Ég vil aðeins bara, þú veist, ég var í byrjun bara með svona eitthvað, þú veist, ég var að fara að vanda með svo mikið í spurningum að því að allir voru á fjölmiðla síðast, þannig að ég er hann góður að segja? Ég þarf að vita. Þetta er Íslendingur sko, ítt á hann. Allt sem var ekki gött. Allt sem læg. Allt sem læg, ekki gött. Ekkert sérstaklega gött. Herðu, við hefum hellinga spurningum eftir. Já, ég bara hendi yfir spurningu, ég er komin í smá svona... Hann er komin í skákinu sko. Hvað stefnir á að spila lengi? Eins og ég sagt á það, ég er ekki Samuel Eto'o sem að, eða Pierre-Emerick Aubameyang eins og segja núna, hann er 32 ára og svona fyrir aðeins fara að halla undan, hann er svona stungustrækir. Það verður sviftan fyrirlega bandinu, bara núna? Já, og ég... Staðfest?
staðist? Ég myndi segja Ronaldo í dag, ég myndi segja meira að ég myndi svona vera búin að þróa mig í þannig leikmann. Ég myndi frekar segja Drogba. Já, þú veist, fólk heldur að ég sé aumur sko, en ég er frekar sterkur, held Já, ég sko. þess vegna segi ég Drogba. Það er, já, ég veist, Drogba er mjög gott sko, en ég myndi svona, ég er meira að leita því, ég ger ekkert gagn með að fara út á kant og, þú veist, jú, ég get alveg, þú veist, ég var dribbler í gamla dag. Já. En þú veist, ég ger ekkert gagn í því að vera Þú verður alltaf eitthvað, veist, ég verð alltaf að vera, þú veist, til þess að gera liðinu sem best, þá er ég inn í teig og þarf að fá mjög gott service, þetta er bara ekki flókið. Skilurðu, og þú veist, það er bara... Getur þú verið 10? Já, þú veist, já, og ég, þú veist, en það þarf að vera, þú veist, ég er ekki að fara að vera 10 á, þú veist, einhverju ótrúlega góðu leveli, skilurðu, þú veist, ég get verið þar sem ég, þú veist, já, þú veist, ég get farið í, hérna, lengjudeildina eða Pepsi eitthvað og reynt að svona fikra mig áfram sem 10, þú veist. En ég held samt að, þú veist, ég sé búinn að þróa leik mig þannig svo mikið, því ég er búinn að einbeita mig svo ógeðslega mikið af því að vera skorari, bara, þú veist, svona game decider típa. Að ég, þú veist, það er svona, það er ekki alveg sama fyrir mig, þú veist, ég var alltaf í gamla daga miklu meiri svona léttur, svona í skrefum miklu léttari, sko, bara 10 kílóum léttari, basically. Og meira svona bara fara fram hjá mönnum og svona dribblar eitthvað, þú veist, það er bara, ég er ekki, þú veist, það er ekki... Grjótharður. Já, þú veist, það er bara einhvern veginn, þú veist, ég er búinn að þróa mig svo mikið að vera með svona sprengju einhvern veginn í boxinu, þannig að þú veist, það er bara, ég segi, þú veist, það er öðruvísi. En ég held að spila lengi, eins lengi og ég er gaman að þessu. Ég held að það sé alveg, þú veist, en ekki samt 38 ára sko. Please, ekki láta mig hringi og segja við... Nei, það er það sem ég, það er það sem ég vil ekki sko. Og veist, ég myndi hringi. Ég sé eitthvað, þú veist, komin í hérna, þú veist, í aðra deildina og sé hérna með 4 mörk í 20 leikir sko. Það var Þú var að spila með Selfoss í annar. Já, var þessi hvernig, hvað var hann úti eða hvað hérna? Nei, hann er bara að spila með Selfoss í annar. Já, ég veit, það er hérna... En getur þú... Ekki segja þetta Selfoss, sko. Selfoss er komin í Pepsi og sér ef hún sé miðbæinn svo að segja. Glæsilur. Það er eitt af með miðbæ, eitt af með fólkvalið, sko. Leo Átna, Tómi Þórótts, takk. Ég aldrei spurt þess áður, hvernig er Viðar sem nútíma fútbolur? Að sem sko, þú veist, sinna varnarvinnu, pressa... Mjög góð spurning. Ég spila í hápressulið og þetta er ekki eitthvað sem ég þekki. Frá fyrri tíma og Varstu upprunalega bara? Og já, þetta var þannig, ég er alveg upp í 4-2 sko. Já. Og segja fer ég í 4-5-1 og öll liðin sem ég spila í núna náðast ég 4-5-1. En varnarvinnan, þú veist, ég fer í landsliðinu alltaf, spilum eitt framherja og varnarvinn er, þú veist, hún er þessi félagsliðinu mínu, þú veist, þá að ég hlaupa miklu meira en ég á að gera. En landsliðinu er frekar norm, þú veist, það var meðsli maður og manni, í hábærisni. En þú ert í hábærisni á aftur mann þá? Já, þú veist, eins og á landsliðinu, þá fyrir bara einn mann, skilur. Þú veist, þá ert á hann með, en í dag, þú veist, þá áttu bara, ert með 2 hafsenda, áttu að, sko, vísa þeim út og það hlaupa með honum. Yfir hafsendin, kannski? Já, ef hann er góður með boltann, þú veist, þá hleypar hann bara miðjunni og, þú veist, þú ert að hlaupa eftir honum alltaf. Það er ógeðislega erfitt sko, þannig að þú veist, nútíma fótbolti er ógeðslega mikið svona stats og hlaupa tölur og eitthvað sem er mörguleiti villa, þú veist, það er svo rangt margt með þetta, það er margir sem er hlaupa vitlaust sem er hlaupa ógeðslega mikið, þú veist, ég er með gæði lið sem hleypar alltaf 13,5 km í leik sko, þú veist, hann er svolítið bara að hlaupa eins og hálfviti sko, þannig að hlaupa eins og hálfviti, hann er að hlaupa eitthvað svona sem kannski er ekki alveg 100% rétt að mínum mati, sko. En sko, þetta hjálpar svona on the long run, þú veist, þá er þetta alveg rétt að mörgu leiti. Þú veist, en það eru sumi leikmenn sem þú getur ekki, þú fær ekki til Ronaldo for example í dag og segir hérna, þú ert að skila mér 12 km í leik og 500 metrum í sprintist og svona. Það er svo margir þjálfarar sem nota sér sem svona, það eru margir þjálfarar í dag sem nota þetta sem afsökun út af töpum leikjum. Það er að versta sem er að gerast til fótboltann í dag, sérstaklega það sem ég hef verið, að þetta er oft notað sem ástæðan fyrir þú tapaðir. Þú veist, knattspyrnumenn, jú, einhverjir sko, en þú verður ekki latur eitt í nóttu sko, þú veist,
Þú veist, ég var í Rússlandi og annars staðar sem ég bara þurfti að gera, þetta var bara ekki annað hægt, þú veist, þá var ég að skila kannski 12 kílómetrum í leik sem bara, það er eiginlega bara galið sko, því að frammerar, þú veist, þeir eiga ekki að vera svona mikið út úr stöðu þannig að þeir skili þessu sko. En auðvitað er það þannig að þú ert alveg þyndarlaus og þú veist, bara getur hlaupið endalaust með sama poweri. Þú veist, maður er ekki með sama poweri síðustu 20 mínútur og þú ert búinn að hlaupa bara 11 km so far og 20 mínútur eftir, þú veist, það er ekki með poweri að bara skora. Og ég er bara ekkert, þú veist, alin upp við þetta, en ég náttúrulega þarf að þróa minn leik að þessu eins og ég get og ég reyni að gera það eftir fremsta megni, sko, en þjálfari þarf líka að vita, þú veist, hver er bara, þú veist, það er enginn alveg eins, skilur, og allt það. Ver, ég verð að fá að spyrja þig, af því að við fengum Kára einn daginn og hann var að tala um það að dekka sóknarmenn á hæsta leveli. Eftir að tala um Clean City hans mútið við þess. Já, hann talaði þetta vel lengi það líka, ef hann komið það. Það er að gefa honum með góð morgun, sko. Góð morgun. Já, nýja samlíku. En þetta var bara tekið eftir þátt, hann var að tala um bara hvernig mismunandi sóknarmenn hegða sér inn í teig og annars staðar, til dæmis með Ronaldo, bara hvað verið skrítið að dekka því hann gerði ekkert eins og maður bjóst við hann, eins og einn hefðbundi center. Þannig að ef við fáum bara aðeins smá high level, þú veist, hvernig hegðar þeir inn í teig, þú veist, ég vil fá alvöru bara svona explanation. Já, eins og vera að tala við bara annan. Já. Ég sko, persónlega, það skiptir máli hverjum ég er að spila á móti. Ef ég er að spila á móti típunum sem er Asien Hafsendar þá. Asien Hafsendar, sko, ef þeir eru ógeðslega fljótir, mér finnst það bara best í heimi. Ég er ekki bara að stinga á eitthvað af, þú veist, jú, ég tek alveg með eins og Kára og stinga á af, sko. Þú veist, það er ekki það, sko, þú veist, ég er meira að tala um gaurið sem er bara svona, að þeir gera mistök og þeir treysta á hraðan til að berga. Ég hafa með þannig að ég, þú veist, ég er bara alltaf behind their back, sko. Þú veist, þeir eru með, þeir eru að horfa á boltann eða, ég sný mér fyrir aftan á, þeir viti hvort ég fari hér eða fari hérna fyrir fram á. Og ég er ógeðslega mikið svona, þú veist, ég er svo ógeðslega mikið að bíða eftir mómentuna sem þeir gera bara að horfa í burtu, bara smá mistök og þá finn ég staðinn og ef ég er ekki með... Bara bólbólsíktan eða? Já, bara þú veist, það er bara ból, þú ert að horfa, þú veist, það er gaur með boltan þetta á kantinum, skilur, hann er ekki bara að horfa á mig þessi gæði, sko. Þú veist, þannig að hann horfa á gæði sem er boltan, hann verður að gera það og verður líka að horfa á mig, þú veist, það er mjög erfitt og ég fylgist ógeðslega mikið með hvað Hafsend að gera og svo fer ég þetta svolítið á tilfinningu hvar, for example, ef þetta er kross, hver er að krossa, hvar er mögulega boltinn að fara að lenda, hvar er hann að krossa boltanum, er hann á endalínunni, hann er ekki að fara að ná á fjær, er hann, þú veist, nálægt markinu, það er mjög erfitt að ná að nær þá, þannig ég horfi ógeðslega mikið á það, svo er þetta bara geðveikt svona gött instinkt hvað boltinn er að fara að koma og stundum er ekkert hægt, þú veist, saman hversu góða varnarmaður ert að klokka það, sko. Þannig að, þú veist, fyrir mér, þú veist, það er alveg verra að spila á móti seigum svona, hvað að segja, svona... Sem treysta leikskilningin. Já, þú veist, þeir eru að lesa allt og þú veist, þeir eru að reyna að vera svo þú svona, sko. Já. Ertu með Hafsend fyrir okkur bara svona í fljótu bræði sem að svona var umöld að vera á móti? Þú veist, ég spilaði á móti, sko... Fljóta hver ármægis? Ég spilaði á móti Villarreal. Albiola, hvað segir það? Ég var Albiola. Já, en sko, þú veist, þú gast alveg fengið boltann í gegn, skilur, og þú veist, hann bara rétti ekki svona eldaði, sko, hann er bara ekki fljótari þannig, en í boxinu, hann er bara, þú veist, tóið í klípið, heldur þér hérna, þú veist, er bara, þú veist, þetta verður sko þvílítið jafnir leikir á móti, það er bara geðveikt svona high intensity leikir og það er bara, þú veist, á móti svona gæðmækni, það er bara, þú veist, það er ógeðslega erfitt einhvern veginn að finna sér bara svæðir, en bara lesa þetta allt. Já. Og meðan það eru gæðar, sem eru þessi modern fútbólers í dag, þú veist, þeir eru bara drullu fljótir, þú veist, allir Hafsendar í dag eru bara, þú veist, naut sterkir einhvern veginn, þú veist, bara... En svo við tökum landslið, þú veist, þú spilaði með á móti Belgíu til dæmis, ekki? Yes. Tobi Alderweireld. Tobi Alderweireld. Vistu Kompany líka það? Nei. Nei, ég spila á móti Belgíu, það er bara minn besti landsleikur, sko. Það var á móti Tobi Alderweireld og... Tobi Alderweireld. Það er litli heimur. Og Jan Vertonghen. Já, hvernig var þeir? Jan Vertonghen Ég átti bara minn besta leik þarna, þannig að ég er að segja, ég var líka með bullandi sjálfstöð, ég kom bara með 25 mörk í Noregi og þú veist, bara mitt fyrsta ár með landsliðinu, þannig að mér er þetta að dæma það, þeir voru, þú veist,
eftir þess að ég minnir einhvern veginn, þá voru þeir bara, þeir voru bara ekki að nenni þessu held ég og þeir voru bara litlir. Já, Ég var með eitthvað energy hann í þessu leikana, þannig að, Big Dick Energy. já, basically, sko. Þannig að það, það er mjög erfitt að dæma það, þetta var líka bara eitthvað æfingarleikur, sko. Já. Herri Leifur, áfram geðið. Já, að þið voru nefnir svo stórun upp, þá langar mig bara rétt að spyrja hver er uppáhaldsstrækjarinn í dag? Í dag? Í dag bara, right now. Fyrir utan Vilja. Vilja. Við hefðum ekki á nafnið það. Sko, í dag, akkurat í dag, það er svo erfitt, það er sko, jú, þú veist. Það er ógeðslega leiðilegt svar að segja, þú veist, Lewandowski og Haaland, en þú veist, sko. Það er smá boringtakinn, en það er samt rétt Já, svar. sko. Í mér finnst það ekki boringtakinn. Það er einhver núna sem er að skora á meðlega, þannig að ég er ekki að tala um hennar Fiorentina ekki eða, sko. Það skora svo. Ítölsku eða? Nei. Sko. Ég er eitthvað aðeins núna, það er einhver heila bilun í gangi, en Ok, það gefur það bónspurningu í stæðin. Já. Líktu þið einhvern leikmann sem þú sér bara svona, vá, hvað þetta hefði getað verið mikið ég. Ekkert endilega í dag, heldur núna bara svona, þú voru bara tilbaka bara á okkar Premier League dæmi, við vorum án að tala um James Beattie, Andrew Johnson og svona dæmi. Já, ég er svolítið Al-Shire, sko. Já. Ég er með góða hærilöp, sko, þú veist, bara instinkt skilur og þú veist, hann er eiginlega svona brútal instinkt maður, sko, en sko, ég hugsa svona, allt sem áður var, en hann var lítið eftir. Nei, sko, þetta var mjög leið. Al-Shire er, Atkvæði. Handklæði. Það er alveg fleiri, sko. Andy Cole. Já. Ég beðist svona, þetta er bara eitthvað svona, svo bara Al-Shire, Andy Cole. Já, nú þurfum við að halda vel skoðunum. Næsta spurning er, varstu með eitthvað, Birkir? Nei, heldur bara. Ok. Þá er það, hvort er meira svekkjandi en það HM? Allt annað það, sko. Ekkert, jú, aðeins. Já, góðan. Smá mekkanismi. Það baka háð. Nei, EM. Það er bara fokkið sárt, sko. Ég veist. Gefðu þetta í guðanum, ég vil ekki horfa á þig. Það er svo lítið, það er þetta 8 sekúndir, það er búið. Ég vil ekki gefa þetta nú. Hann elskar að stíga. Hann er sneiður á þig núna, Já, sko, líka. Þetta eru stælar. Já, ok. Herru, dróð! Steilmenn! Veistu hvað, hann var svo stressað, sko. Nei, tökum við rematch hérna. Erum við rematch? Herru, fólk sem er að hlusta. Hentum við rematch. Hentum við rematch, takk. Þið verðið Þetta er sko, þetta er eitt að ruggla sig shit. Stillilega YouTube núna, takk fyrir það sem hlusta Spotify. Þetta var unreal dæmi, sko. Ég var að segja Víðar að gefa. Jesús, ég ætlaði bara, ég var að horfa á 8 seki svona, ok, leiðum honum bara. Ég var líka að hugsa. 6 sek, Já, þú veist, og hann næði sér í, þú varst að segja að hann var að stríða þér. Já, hann hugsaði vel lengi og ég hugsaði, ég ætlaði að segja, ég sé fyrir að hugsa, var hann að reyna þetta? Nei, það er ekki séns að það sé biskupinn hann, ekki séns, sko. Var þetta af virðingu? Nei. Þetta er bara, já. Ég er til að gefa honum þetta rematch á þetta. Já, heyrðu, hvað voru það? Þú varst að segja eitthvað? Já, þarna EM-mekanismin, þú veist, af hverju var það svona svekkjandi? Það var hérna rematch. Þú ert búinn í hópnum allan tíma. Já, ég er búinn í hópnum, saman með HM, sko. En hérna, múlegur í dag, ég er hérna í frí. Já, sko, mekanismin, þetta er ógeðslega skrítið, sko. Ég er hérna, Ert í ég er búinn að eignast, hópnum já, allan? ég er búinn að eignast barnið að degi áður og, þess 2 dögum áður fyrir golf. Og takk fyrir. Takk á Gúri.
og Enga spott, enga strótningu. Jónas Dróningu og allt það. Það gengur vel og allt það. Og svo sko, Hvítur hanglaði til þig. já, síðan Það geta ef það var patt. jú, það er möguleiki. Já. En svo liðir hann í golf, þetta tveimtum eftir líklega eignaðist strákinn. Bara sem svona fordæmalausu tímar alltaf, þetta er svolítið, skrítið. Og þá er að fara að koma þetta hópurinn í gang og við erum að fara að leggja af stað. Þetta er ykkur 8 hólf, bara allt með alveg liðið. Og Kári er þarna með og hann í panikkasti eins og allir og allt það. Og síðan fáum við message sko á þriðju hólu eða eitthvað og við erum ekki í sama hóli sko. Og ég bara, guð minn almáttugur sko, þetta var, ég fekk message eða ég sá bara svona fyrst þetta kemur svona pop message, þú sér ekki allt sko, bara sér eitthvað smá. Og það er því þykir leitt eitthvað, miður, tilkynna þér eitthvað, message eitthvað. Já, byrju þú strax komin í það bara, það verður að tilkynna það. Já. Og þú Mekanismin er bara, já, mekanismin er alltaf bara og einfaldur. Og sem sagt, Það er orðið máttek. jú, það er. Já. En sko, Velkist. búin að vera í öllum hófum. Og svo byrjaði einn mann með þessu, nýbúinn að skora 3 á þínum leik og bara góður í gang og skora eitthvað 4-5 og sem enda hann bara, næstu 3-4 mánuður er bara eitthvað lendi á einhverju rosalegu stríki, sko. Sem náttúrulega gerir það ennþá verra því ég var nýbúinn að skora 3 bara þegar Kári var sem að fara að mæta í landsliði bara. Hann skoði bara með eitthvað 10 mörk í 10 leikjum, bara gekk bara þvílið vel, sko, allt að gerast. Og þeir taka með 3 framherja og 7 hægri bakverði og allt það og það var, mér varst ekki mjög skringilega sett í hópinn, ég var að veikina það. Það var svona stöðulega séð, það voru alltaf bara einhverjir 14 varnarmenn. Já, getur þið farið að segja þetta? Já, það voru ógeðslega margir varnarmenn. Já. Það voru varnarmenn, það voru 3 eða 4 sem þeir getur spilað hægri bakverð, voru sérnum. Og þeir tóku unga leikmenn, það er ákvörðun, hetju ákvörðun eða hvernig sem það er, Svenni Jöran gerði þetta hérna með Volkott, þetta er svona... Býtu, hvað varstu með þá? Þú varst með... Já, hver var það þér, Það var einhvern Samuel og Hjörtur hérna, sko, hann var ekki búinn að spila mikið. Og það er alveg skilulegt pointi að gefa mönnum, yngri mönnum reynslu og allt það. Mér finnst líka alveg, það voru alveg ég og fleiri sem að, Það gulla brjálega líka. Já, Sölvi og Óttir var bara í hópa alltaf og mér finnst alveg svona ef þú ert ekki að nota mann í þetta sem er yngri, þá finnst mér alveg virðingarvert að gefa mönnum sem eru búin að vera með í hóp alltaf tíma og eru, ég klára þetta nú einni, sko. Pakka hann með það. Já, þetta er bara... Og þá finnst mér svona virðingarvert að gefa mönnum það sem eru búin að vera með öll þessu verkefni. Ekki gefa henda mönnum í hópur sem eru búin að vera hérna ekki með í einu verkefni. Leifur, ég er að byrja smá on the live TV, nefnum má ég fá Iceland EM 2016 squad? Núna takk. Frá mér? Og googla það bara. Já. Ég er ekki að byrja spurningakerfi, sko. Ég- Eða einföld spurning frá Kimi, hérna. Ég held samt svo að all in all, það var Eiður Smári með og hann er svona sem frammeiri miðjumaður, sko. Og ég svona, þegar ég hugsa þetta eftir á að það var ógeðslega sáttur með 26 ára gamlan bara á svona eiginlega Top of your career. ekki hátindi, ég átti alveg hátindi eftir Finnsnir, sko. Hann var svona En samt á mjög góðu stað, Saman. Bara með meistaralið Malmö og ég var markaðistur í deildinni. Ég fer þá 10 leikir eftir, ég var markaðistur í deildinni fann að loka umferð fram að 30 mínútur eftir, sko. Já. Ég vil leiði hérna. Já, má ég fá þetta takk. Eða bara strækjarna takk. Já, strækarnir í hóp voru Jón Daði Böðarsson, Alfred Finnbogason, Eiður Guðjónsson og Kolbeinn. Já, Eiður var sko að spila með landslið mikið sem sko miðjumaður orðað. Kom svona framvar á miðjunni, þeir spilaði við 10 og bara 2 fram. Já. Og eins og sé, ég hugsaði það eftir og með, ég var eiginlega svona stundum meira svekktur með HM, sko, af því að Eiður nafnið, status búinn að vera með landsliðinu, viðurkenning velur fyrir að, hann var í liðum sem voru bara ekki að góð.
Já. Þannig ég tók því alltaf sem Já, svona... hann átti smá skil. Já, 100%. Þegar ég hugsa um þetta tilbaka, þarna sem svona ungur, Ungur gæður gæði. fyrir 5 árum síðan bara, þú veist, svona á mjög góð stað á ferlinum, þá var ég alltaf svona, bara hvað í F er í gangi, sko, þú veist, það gekk svo við og allt það, þá skil ég alveg pointið, þú veist, þeim voru kannski með þess að 3, segjum að ég hef verið svona 4. í röðinni, þú veist, í undankeppninni líka, og þú veist, Eiður var líka að spila, sko, þú veist, af hverju, þú veist, auðvitað tekur Eiði í stað fyrir mig, þú veist, hann er bara góðsögn á, þú veist, og var í þessum, þú veist, landsliðum sem að voru ekki nálega að komast neitt, þannig, sko. Þannig að ef ég hugsaði tilbaka þá er eiginlega verra, þú veist, ég veit að, þú veist, ég sagði áðan að 2016 væri verra en það var svona því ég var gjörsamlega á, eldi einhvern veginn þegar þetta gerist. Þannig að bæði var mjög sárt, en ef það gerði svona þetta á sárar, ég var viðbúnari fyrir 2018. Ég hugsaði bara með mér, ég lendi þessu áður, ekkert mál, ég er á góðum stað, ferillinn minn er bara, ég er mjög sáttur með ferillinn minn. Þannig ég er viðbúnari fyrir 2018, ég var búinn að lendi þetta á fyrstu skiptinu 2016 og ég bara reiknaði aldrei með þessu. Og hvaða status ertu á 2018? Þú veist, hvar ertu, á hvaða stað ertu á 2018 þegar það var... Ég er bara silfurskórinn í Ísrael, Premier League spila allar leiki eiginlega. Takk. Þú veist, og við vorum með 4 mjög góða frammeir í þessu liða, það var sko þvílíkt budget þetta lið þetta sísoni, við vorum með, þú veist, landsmann frá Derby, sko, þú veist, ég spila allir, ég var einhvern veginn alltaf fyrstur, þú veist, var bara, já, þessi næst markaðistur í deildinni, ég var alveg, þú veist, þetta vil maður vera markaðistur, sko, en þú veist, þetta var, þetta var svona fínt, þetta var, ég átti tímabilið í deildi var ég með 13 mörk í einhverjum 20 eitthvað leikjum. En farið ykkur á þessu tímabili, af því að náttúrulega bara að það er, veist, ég ætlaði að koma inn spurningu sem er ógeðslega leiðinleg, hún er samt verið svo fyndin, skilur, hvort það skemmtilega að ég með HM, skilur, ég ætlaði að segja hana, Já, en hún hefur samt verið leiðinleg, skilur. Ég hlæði alveg oft, Já, ég gerði grín á sjálfum mér og allt það, sko. Já. Mér finnst það ekki mjög fyndið mig. Ekki, Nei, nei, en það sorry. setti hann ekki inn. Já, Sorry, ég ætlaði bara að spyrja, þú veist, færðu á þessum tímamótum, í samkvæmdökum EM eða HM, og bæði ég brjálar til káls í það, ekki var líka ekki báðum okkar, færðu eitthvað svona símtölu á einhverjum skýringar, eða er þetta bara ekki varðið? Nei, engar skýringar, ekki neitt. Það er, þú veist, ég meina, þessi þjálfar hafa margt að hugsa og það er kannski síðast sem þeir hugsa er að segja eitthvað við leikmenn að það sé ekki valdir eða ekki. Ísland er nú ekki að fara núna á EM og það gæti alveg verið einhver það er mjög erfitt að komast á þetta og fárlega gott afræk að komast á þetta en þú veist, gæjarnir sem þú varst með í hópunum sko, það er, þú veist, ég var í HM, var ég í 6 leikjum held ég, þar sem ég kom með sögu af 10 sko og EM var það 3 eða 4 eða eitthvað. Sem þjálfari, þetta er mjög erfitt sýntal og allt það, en ég hugsa að svona af samviskunni, þú veist, jú, það er alveg að vera töff sko, það er alveg að vera töffari og segja bara, þú veist, skiptir mig ekki máli, þú veist, ég er bara þjálfari og þeir hafa alltaf nóg að gera. En þú veist, það er alveg gamli góði, þú veist, Gauri, þú ert ekki part of my plans. Já, eitthvað svoleiðis. Það er betra að vita sko, það er betra að vita bara sannleikann, þú veist, ef þú segir eitthvað ef þú komið með, þú er ekki að spila. Þú ert ekki hópi í húsasmiðun á lagarnum, sko. Þetta er spurning að spila fyrir íslenska landslið. Sjálfsögðu bara... Segðu það bara að ekki skora 0,5 mörk í leik, skoraði 0,7. Það er ennþá verra, sko. Þú ert búinn að vera að gera helviti gott í félagsliði og þú veist, það sem margir fatt ekki, þú veist, þess að ég sagði komið dæmi á það. Þegar ég segi að þetta er svolítið svipað á félagsliði. Þetta er verðlaunað landsliði. Ég er ekki að koma inn og vera, þú veist, Kolli og Jóndaði á sínum tíma því að það var bara ekki hægt, ég spilaði kannski ekki leiki í 10 mánuði svo komst ég einn aðganleik, sko. Og svolítið dæmdur, þú veist, en þú varst alltaf með, þú veist, ég hef alltaf, þú veist, getað komið inn á bekknum, mörkið sem ég skoraði inn á landsliðinu, það er á bekknum, sko. Þakkaði þröstin á barkinn. Já, jú, ég slökkti í köpen á sínum tíma. Það var rosalegt, það er trailerinn, það er svakalegt. En þú veist, þú velur samt alltaf bestu mennina, skilur. Þú velur alltaf, þú ert ekki að einhverju tilraunastarfsemi eða eitthvað svoleiðis. Þú velur menna sem þú getur sett inn og líka smá sem svona, með 10 leiki í undankeppni, með sko eiginlega alltaf sömu gæðina það. Svo kemur lokahópurinn eftir sko nokkur mánuð seinna, hverju breytir það þá, þú veist,
Er það ekki smá fer að henda þá kannski mönnum sem voru með í þessu verkefni, við vorum með alveg á þessum hótelferðum í 10 daga, skilur, komum kannski inn á og eitthvað svona, við vorum með í þessu verkefni, þótt við vorum ekki vorum ekki uppskriftin að þessu velgerni, sko, þegar við vorum samt Nei, þú varst á partur af þessu. En maður sem spyrja því að, við erum góð vinnur alltaf, en þú mættir í myndþátt og þá erum við til að grilla þig, þú veist það. Ég breytt bak, sko. Hefur þú mátt gera betur í þessu landsleiki sem þú startar í dag? Já, sko mér fannst ég góður á móti Rúmeníu og þjálfarinn fannst það líka og þú veist, ég veit alveg að ég skor ekki mark, í landsliðinu þá fæ ég svona solid 4-5 í einhvern og segja hann og það komst ekki á það var ekki hann var að gera sér líklega en ekki sörður það gerist alltaf, sko. Það er bara þannig og mér fannst ég fínn á móti Rúmeníu en svo var ég bara að segja það að ég sagði líka áðan og þú veist, ég var búinn að spila 2 leiki og ekki búinn að hlaupa í 3 mánuði og búinn að æfa í 2 vikur. Ég var bara ekki í neinu leikformi og bara þannig að þú veist, ég var fínn í fyrirháleik á móti Rúmeníu. Bara, þú veist, svona, hefði bara með bara að gera betur, þú veist, þegar geta átt að skora allan eitt annað þar og alveg klárlega. En það telur líka inn í það að ég var ekki í neinu leikformi. Ég var 4. maður í hóp, átti ekki að vera gallarinn. Þú veist, ég voru eitthvað, þú veist, eins og það búið að vera núna, þú veist, þá veit ég alltaf að ég sé að bara spila leikina, þú veist, ef liðum sem ég var hjá þessum að ganga best, ég veit alltaf að ég sé að spila leikina, ég er maður þjálfarans, skilur, ég er hans maður og hann vill að ég, hann veit að ég, ef hann gefur mér sitt traust, þá fær hann traust tilbaka og að sjálfsögðu er þetta að segja það, en þú veist, svo líka horfur á það að ég nýtist best í liðum sem eru attacking, mjög creative lið. Það sem eru meira með boltan, það sem ég er að leita svæðum og bíða. Ekki það sem ég er kannski að gera eitthvað overwork, ég var ekki núna, ég var að skora miklu fleiri mörk í Man City í Premier League heldur en Norwich. Þetta er ekki, ég er ekki að segja íslenska landsliðs, ég er Norwich. Eða, hvað var Jóta eftir í ensku deildinni? Ef þið eru eins ólíkir strækjar að senda og það get, skilur. Bara, þú ert betri í liði sem er með boltan á... Já, þú veist, ég er bara að henda það, svo eru frammerar sem eru bara, þú veist, svona... Já, svona eins og Aguero, smá, má ég segja það? Já, þú veist, að mörgu leyti, þú veist, og þú veist, svo eru frammerar sem eru svona meira bara Vardy, þú veist, hendur Vardy er geggjaður í Leicester, sko, væri hann geggjaður í Arsenal, þú veist, Arsenal er svona liðið, þú veist, Arsenal spilar, þú veist, vörðinu mjög djúpt á mótið, Chelsea, væri Vardy góður í Chelsea á Stamford Bridge, held ekki, sko. Ef að Vardy droppa svona lágt, þá er Vorti ekkert góður, sko. Nei, þú veist, ég er góður á mótið vörð sem droppa lágt, mjög lágt og þú veist líka... Fox in the box, bara... Já, bara Fox in the box og þú veist, jú, ég get alveg fengið, þú veist, stungu sendingar en þú veist, það er ekki þá, ég er ekki að bíða á miðjunni, að bíða þegar ég fái 40 metra bolta í gegn, sko. Þú veist, það er bara, þú veist, það er oft Íslandslandi er oft þannig og þú veist, það er bara að sjálfsög getur maður alltaf gert betur en það voru, þú veist, kringumstæður bæði í kringum þessa leiki, landslið, allt það og pluss það að ég var búinn að æfa í 2 vikur, búinn að vera skurðarbrettinu 3 mánuði fyrr og gæti ekki hlaupi í 3 mánuði. Þannig að það er bara svona, þú veist, hefði ég verið að byrja allir þessa leiki að það verið eitthvað með besta, kannski 2 ára fyrr, skora öll mín mörk. Þú veist, þá hafði ég 100% skorað 2-3 mörk í þessu leikim, það er ekki það. Þú veist, ég var bara sjálfstildi lítið og svona rétt að koma mér í gang aftur. Og svo var eitthvað, þú veist, svo var ekki, þú veist, hefði liðið verið bara geðveitt í þessu leikju, við hefðum verið komin 2-0 yfir, þú veist, ég eitthvað svona flotið með og örugglega skorað eitthvað mörk, sko, þannig að, þú veist. Þjóðadeildin, work is coming. Já, ég er svona þjóðadeildin leikmaður, sko. Já, mögur áttur í þekkið það, það er þjóðadeildin leikmaður. Já, ég er svona þjóðadeildin leikmaður, þú veist, þessi Salomon Parker hann, það er svona svolítið minn stað. Já, hann er alltaf mikið þjóðadeildin. Er einhverjir fiskar að þóri í kallinu? Já, þú mátt alltaf taka hérna, sko. Já, komdu með fyrirspurningar. Ég ætla að koma með nokkrar hraðar, bara svo ég náðu að klára. Ótrúlega vilja byrja rímats alltaf. Þetta var svokallaðar hraðarspurningar. Ég ætla líka að fá að breyta skjám þannig að fólk sjá þetta. Ég er bara að vinna það mikið að Hann er komið með confidence high. Ok, Næsta spurning er, og þetta eru hraðarspurningar, og Birgir, svo máttu við alveg eins og við. Hvað heit ég á? Sjá. Þetta er hraðarspurningar, komdu með þær hérna að Já, það ekki. Ég ætla bara að byrja það. Og þetta eru bara, þú veist, þetta eru bara 3 spurningar, eiga hraðarspurningar, við erum bara að búið að það gaman af okkur. Raggi eða Klári? Þetta er
no semi-traðspurning. Raki. Ok. Takk. Leiðilegasti leikmaður á velli sem þú hefur mætt? Það var að frægur. Kristján Ómar Björnsson. Hversu mikið langaði það að spila fyrir Já, IR? verður að frægur. Svo Svo vissi hann eitthvað. Kristján Ómar Björnsson. Kristján Ómar Nei, maður er Björnsson. svona Guðmundur við að meti hann Björnsson sleit á mér kálvar eitthvað. Gaur, ég var að múndi að segja eitthvað gaur bara Já, ég man ekki frægur, bara, ég man bara, ég fer bara alveg, það er engin leiðilegur. Ég er fucking leiður á velli, sko. Það er eitthvað grjótarður að challenge hann er með 21 og 20 en hann er endur að beðja sko Ég vil ekki tíma. Nei, Er hann Og íslenskur? Vök baðum enga sterka Þetta er vinur okkar þannig að, þú veist, Vök, ættum við að hætta Hann hlýtur að ættum við að hætta skoðuna? Bara 3 mínútur eða ekki, sko. nei, rétt, 300 ekki. Challenge takk. Næst spurning, Þrjár mínútur aftur ekki. hraðspurning, hver af þessum máttastólpum Árnessýslu er geitin? Andrés Már, Eiríkur Rafa eða vitleysingurinn Tómas Sjöberg? Spyr Andri Björn. Matti, árnæslega, Andrés er fá fokkin sko seyðisfylgja og býr í Kópavogi, en ég myndi segja Tómi Sjöberg sko, Tómi er nýríkur, hann ég myndi segja Eiríkur Rafa með því. Hann er nýríkur. Nei, Tómi er nýríkur. Já, Tómi Tómi, já, nýríkur. Eiki er, hann er svona, hann er miklu meiri sögur. Sko, næsta spurning er, kóngurinn er, og þú mátt eiginlega svara þetta búið normali sem er þetta fyrst eftir ákveðin hlut, en mér langar samt að kasta shoutout á Tómas Sjöberg sem var að followa okkar í Instagram, þannig að hann gerir sterkt tilkall til þess, enda nýríkur. Já, hann er nýríkur, skilur, en þú veist, það er samt svona, Já, Daddy's boy. Nei! Svo við erum, ég var ekki að vera Daddy's boy, sko. Ég og Tómi, við sammelega, við erum skilnaðar. Já. Við erum báðir, við ólust upp í, bara frá fyrsta bekk upp í, sko, bara grunnskóla búinn með einstæðum feðrum. Við ólust upp þannig. Já. Men þú varst að, sko, skoða baukinn, þá var ég og Tómi að reyna, sko, að setja ramanni aftur í gang alltaf hérna. Slökk og netur og einu. Hvað segir þið? Já, ég er bara að nota það, ég er bara orðin. Leifur Daddy's boy, alltaf bara. Jæja, hvað aftur var mikið cash til að spila í Íslandi? Spyrum Hvað þarf ég? Það eru snæðar, ég. Þetta er frábær spurning, hvað er ekki Menn spurning? er eitthvað að tala um Aron Jó-dílinn, ég held að nú, eftir að ég kem, þá kallast það nú hendi bara Vöku. Vöktíðin. Þannig að ég ætla ekki að segja meira en það. Það er basically bara fasteignafélagið sem við erum náður. Já. Nei, Nei. við blíkanir. Þið eigið ekki Þá ekki úr, hérna, Vesturmenn. bliki, ég er það. Hann er bestafann, ég er blík. Já, ok. Kóngun í Spáni. Ok, mjög margir haldaði fram að það séu bara tveir alveg kongur sem að spila fyrir Selfoss. Það er að segja Mike og Vök. Þessu mótmælir Jón Guðbrandsson okkur. Á hann einhvern séns í hann hóp með okkur. Og væri Ingólfur Þórarinsson ekki nær honum? Spyrir Mike Karel. Fokk, er það erfið spurning. Við þau, Þetta var líka líkt sem spurning. Já, sko, ok. Ég er langt sugur. Sko ég, fyrir fyrsta, Jón Guðbrands, hann er eiginlega ekki með neitt status á Selfossi knattspyrnu. Þetta er kallt. Hann er með status á Selfossi, Jón er miklu frægar í bænum en á Selfossi, sko. Já. Þú veist, Hann flott í það. Ég á fullt af félögum í bænum sem að þekki allir, þú veist, sem að ertu ekki hérna vinur Jón G? Ég bara, jú, þú veist, ég er vinur Jón Guðbrands og, þú veist, Selfossi, það er ekki talað um Jón Guðbrands. Þannig að, sko, status á Selfossi, þú veist, Jón Guðbrands, fyrir mér er hann bara Reykvíkingur í dag. En hann er góð vinur mér alltaf, en hann er ekki með neitt status á Selfossi og Ingo er miklu stærri það, sko. Leifur mjög skeðið til að Jón var að hraunið Mike, maður stöðu um að gamlínarsmakkin á laugardaginn og hann sagði hversu lélugt þetta verið í fótbolta, ég var búinn að æfa alla einn æfi, ég hef aldrei spilað í efstu deild. Var svo Jón að hraunið Mike hans. Við verðum líka að gefa Guðmundi Þórarinsson smá shoutout líka. Já, Sem klálega. var að vinna MLS. Klálega, hann er mjög vannmeti leikmaður. Er það? Ég er með sögur af honum, sko, þú veist, það er bara, ég hef ekki séð mann, sko, þú veist, það er allir þessi, þú veist, kom alltaf með hetisögur eftir að einhver gerir eitthvað flott, sko, en, þú veist, alltaf hans fyrir, hann er alltaf farið svona undir og aldrei það sem hann hefur verið í klúbum og aldrei fundið stöðu. Og alltaf verið eitthvað á miðjunni, djúpum miðjummaður, eitthvað vinstri bakverði, bara heimilisæði, sko. Og og það er, þú veist, háð honum gett mikið, af því að, þú veist, hann er alltaf verið svona utility player í hverju liði sem hann hefur verið í og það er bara, þú veist, en bara málið er að gæinn, sko, hann byrjaði að halda lofti upp á 1000 þegar hann var, sko, 8 ára eða eitthvað. Þetta var bara bull, þú veist, hann var í fótbolta svona 12 tíma á dag, þú veist,
foreldrar hans að hringi í sko löggur og stundum og láta stoppa hann að bara leita á hann sko, því að hann var bara alltaf í fótbolta og var bara útvistin búinn og þú veist, Gummi var ekki með að skilja sig heim sko, það var bara að ruggla sko. Þetta er bara svona algjört einhvern veginn, já, bara fæddist gjörsamlega með þetta og hann er bara, stíllinn hans, það er ekkert íslenskt við hans stíl sko, hann er með það góða tækni sko. Það er bara það? Já, bara því, Maður sér það ekki í landslið. Nei, þú hefur ekki séð það, ég, þess að ég segi, talað um þennan Rúmeníuleik, þá horfum við horfum ekki með result augum sem ég myndi aldrei gera sjálfur sem íslenskur stuðningsmaður, að þú veist, sérð allt sem hann gerir, þetta er eitthvað allt annað sem að þú veist heldur en að við erum vön, sko. Hann er líka mikið meiri, ekki það, ég ætla að vera... Mjög tracking, sko. Hann er mjög mikið, hann er ekki bakur, hann er vingbak, skilur við. Hann er ekki eins og við þekkjum okkar bakur, byggjum á Hörðbjörgun og byggjum... Nei, hann væri til dæmis geggjaður í liði sem væri bara, þú veist, bara með boltan allan tíman, þú veist, hann er bara, þú veist, fáránlega góð með boltan, þetta er svona eitthvað, þú veist, þetta er eitthvað svona, þú veist, það var ekki svona, hann var að læra þetta á æfingum, hann var bara, þú veist, með bróður sínum, Ingo skilur við báðir ógeðslega efnilegir og hann bara Gummi eitthvað extraordinary sko, þú veist, þetta var bara eitthvað rugl, þú veist, það var bara ekki, ég held að hann hafi bara ekki fengið réttu Reynisson, ég held að hann hafi ekki fengið réttu önnunina sem leikmaður, því það var bara gert allt sjálf, það var bara svona self-made fútbollar sko, basically sko. Er hann í alveg að biðja um að vinna sig aftur það? Ok, við hefum 3 spurningar eftir. Já, það er bara ekki mál. Hver er að fara að taka við keflinu af þessari yngri kynslóð í landsliðinu sem leiðtogi? Kannski alveg með frammistöðu, ég er ekki... Frammistöðu, ég er svona... Já, hver er þinn maður landsliðinu? Hvers byrju vonir? Minn maður í landsliðinu? Sko, Albert og Jón Dagur, þeir eru mínum menn, við erum að spila skák saman mjög mikið í ferðum. Geta það? Albert ætlar að mæta. Albert, hann er Albert fít sko. Hann er sko, sérðu stílinn sem ég spilaði hann var í sko einhverja nokkra daga að stúdera það og ætlaði að vera klár með það þegar ég kæmi í næstu ferð sko. Ok. Við spilum skák bara allan daginn sko. En maður giska á bakka? Já, ég pakkaði hann alltaf sko. Já. Ég pakkaði hann á drottningar daginn sko, en hann satt hér á launum sko. Hann var með einhverja 2 í röðum daginn sko, bara... Ok. Hann er alveg fít sko. Hann horfir sko, það væri flott að verða að horfa. Já, hann er góð sko, hann er góð. Jón Dagur er svona minn maður, hann svona... Svona steina. Albert er náttúrulega, þú veist, að vita allir hver Albert er búinn að vera eitthvað gullbarn í mörg ár og allt það. Já, komið nóg á honum. Þú veist að, já, eða sérst... Ekki bara segja þess fyrr. Já, bara AI, fyrir hans, alltaf að tala hann alltaf að sjáta hann í doktorum, þannig að það er svona eitthvað að kynna fólki fyrir honum. En Jón Dagur er svona demantur, sko. Já, hann er demantur, hann er líka fyllibita. Já. Það er svona fyllibita, þú veist, hann er svona... Það var hann að glita. Já, hann er líka bara... Það er svona. Ég segi sko, ég nota orðið fyllibita við svona mönnum sem eru skemmtilegir þegar maður segjast. Já. Þetta er ekki sama skilgreining á alveg skilgreining. Þetta er ekki skilgreining, Þetta er ekki, já, þetta er skilgreiningin er ekki, skilgreining. þetta er ekki skilgreiningin er ekki, þú veist, hann er fyllibita, hann drekkur mjög sjaldan sko, en þegar hann drekkur sko, var hann bara svona hress og skemmtilegur. Það er bara eina sem ég er að segja. Það er ekki vera fyllibita að drekka og vera bara mökkaður og vera útur. Nei, það er bara, þú veist, þú getur skilgreint mig líklega á sama máta, þú bara svona vera hressur og skemmtilegur, þannig að þú veist, þetta er bara... Ráðarklefum 2, þetta mættir þetta. Já, þetta er flott, staðan í góð. Já. Af þeim Íslendingum sem þú spilað með hérlendis, hver hefur reynst þér bestur? Eða svona, af þeim Víkund hefur náð að bonda mest? Grassi. Já, ég ætla að lega... Já, ok, sorry. Að þeim Íslendingum sem spila með? Já. Þá þú segir Grassi? Nei, spurningin kemur frá Grassa. Já, Grassi, já. Að Íslendingum sem spila með, hver með bonda mest við, þú veist, bara á, Selfoss og allt þetta bara. Já, eða bara svona... En kannski meira sem þú kynst í gegnum fótboltan ekki einhver æskuvinur frá Selfossi, sko. Já. Það er alveg, þú veist. Já, hvað við ekki segja Jón Guðbrands eða... Nei, þú veist, það er bara alveg, þú veist, basically bara að tala um íslenska fótbolta, ekki? Nei, það er ekki það vera, sko. Jú, það er svona mesta... Sagði ekki þessum af þeim Íslendingum? Ég sagði hérlendis, ég meinti erlendis. Já, erlendis? Frá Grassa, það meikir meira sens. Ok, takk fyrir bara allt.
Nei, ég held að ennefni sé samt skemmtilega, þegar Íslendingar... Sko, ég og Tal Berahim, við tölum saman í dag, við erum góðir vinir. Já, það? Já, já, og Þetta var hann, takk. Segir ég bara. Og nei, þú veist, það er alveg, þú veist, það er alveg bara, þú veist, þetta er ógeðslega blandað hér og þar, ég veist, ég er marga í Ísrael sem ég tala oft við. Og Magnús, ég var með í Vólureika fyrst, tala mjög oft við á dag. Besti fyrirliði fyrir átt? Fokk segi, ekki að segja bara Skip, bara Reynar Gunnarsson. Já. Það er ekki bara... Easy pick. Já. Já. Ég held að það sé gott bygg. Já. Klárt. Ég grín. Hvað segir ég? Já, áfram. Nei, ég er rétt. Er það ekki? Það er svoleiðis. Þetta er alveg chess-settur dag. Ég elska góðan chess-settur. Þess að við erum bara... Þetta er mjög gott. Fáum okkur tók Kalda, Gambino. Já, já. Þetta er líka sko málið Keirum að ekki Hreyfli. Hreyfli, þeir eru bestir. Reyvill. Já, málið er málið er að nú munum margir koma og segja byrju Jón Dagur, eitthvað svona sko. Nei, Ég tala svona sem sko, sem Íslendingur í dag, þá tala alltaf um ástsælustu Já. þjóðarinnar. Veit hvað er milliorðið? Einmitt, já. Og þetta var nú bara svona meint þannig að hann er einn hressasti maður þjóðarinnar þegar hann er komin í glas. Og það er bara, þú veist, það er bara nákvæmlega eins og ég og allir fótboltamenn. Já. En þessi gæi mun samt hins vegar, ég held að hann muni svona framistuðulega sé bara stýra landsliðinu eftir svona 2-3 ár. En ég get alltaf sagt að þessi, sko, við tala um fyllipittur. Já. Ef þessi gæði með svart verður ekki fyllipitt eftir þessa skák, þá verður hann aldrei fyllipitta, sko. Hann er búinn að tapa þessari skák. Já, það er eins og það er, sko. Það verður að rusla mig. Og segja, þetta er hræðilegt. Þetta er eiginlega bara bannaðan En já, við erum bara... Hvað er þetta? Já, er þetta sanni? Jesus. Bara fyrir alla það sem er að skrifa fréttir á hana. Ég held að við komum í bara nokkuð skilmerkilega Bara fram glópað hérna, að hvað við áttum við með fyllibitta, sko. Nei, það vita það allir. Já, algjörlega. Þetta er líka bara selfisingar hlusta á þetta og alveg karlmenn. Chess Og fans. konur, chess fans. Það er alltaf Bíddu, ekki eru konur vök- hlusta, en ég heldur þetta að leið og vögg sem mættur í setið þá sé... Þá hækkar ríkjum, sko. Það hækkar, Það sko. er reyndar ef að segja það, sko. Gleimi ekki ég fekk vög fyrst, sko. Þess að fyndi ég, sko, alltaf þingan fyrst, sko. Þá var ég bara með stjörnar í augum sem núna orðið á hann bara, þetta er bara hvernig að gæði, sko. Þannig að vissulega hækkaði kalt reisjóðar. Þannig að Hækkaði kallrið sem ég held þessi ekki hægt. Já, sko, það er samt alveg, sko, ótrúlega satt, þá hækkaði Dröftu, líka biskup. kall reisjóðu það, sko. Já, við getum... hvað er vög búinn að vinna margar Hann er bara Nei, kissa sko, góð. nú er ég farin, sko, ég Nei, bara, alveg samt. sko, ég er að pæla að fara að æfa skákbúna, sko. Þetta er unreal, hann er bara að vinna svona 6 í röð. Já, þetta er bara eitthvað rugg. Hvernig væri að kasta inn? Já, Já, takk. takk. Reynsson. Takk. Eru leifur eftir með einhverjar Nei, spurningar? já, bara, þetta er eitthvað skemmtilegt í hug. Ert þú með eitthvað spurning fyrir okkur, já? Einhverja fyrirvara sem vilt koma með það sem var búinn að segja í þættinum eða eitthvað eða? Það var fyrirvar. Já, Hvað er það? bara eins og segja bara að heyrðu það þegar ég sagði að Tal Berahim er kóngurinn, hann er ekki kóngurinn, hann er hitman, hann er ekki... Nei, ég er góður, sko. Ég er bara búinn að hafa ótrúlega gaman að þessu. Er það ekki það? Gaman að, Er ekki Katinn fjölmiðill eða? Jú, ég held að. Leifur, ég sagði við þú ekki í dag, sko, ég sagði hann að, þú veist, Kati er bara hans fjölmiðill, skilur við. Það er bara, þú veist, hann fer ekki aðra fjölmiðla og tala bara okkur. Já, ég líka fór í þáttinn síðast, það var 5 fréttir í mest lesnar, það er skemmtilegt. Já. Það er skemmtilegt. Þannig að ef þú talar við fólki í landinu, það bara talar við okkur, Já, skilur. það er svoleiðis. Ég hef líka, sko, ég vildi bara skemmta fólki í kvöld með góðri skák og mest ágóðum og ég held að það er bara gengið vel, sko. Ég held ég hef unnið, sko, ég hef með svona 80% vinni ratio núna tótal í þættinu. Þetta leit helviti vel út. Mér langar bara núna, nú erum við að fara að katta útsendinguna. Það sem er að gerast núna er að við erum að taka Leif og Pakkunum saman off-air. Rétt! Já, ég ætlaði einmitt að stoppa á með kemur þessu. Ok, klára þetta. Við mættum að velja aðhaldská kvöldsins
Já. Og svo erum við eftir að meðan við finnum aðhaldskápa kvöldsins, ég og Viðar, þá ætlum þú að tala aðeins um Payday sem við heimsóttum í kaffibótt fyrir dag. Já, við skulum gera Það var eitthvað gaman. Þarna, ok, skápkvöldsins, þið veljið hana. Já, við sáum það. Leifur, við kíktum til Payday og það er gaman að tala um Payday því að ég var að tala um Vök fyrir þátt. Og það var einhverjum sem ég jarðaði. á svo fyndið að Vök sagði einmitt, sko, við mig fyrir þátt. Hann sagði, Birkir, veistu hvað ég elska? Og þá segi ég, nei, hvað er það? Hann sagði, það er a good shit Payday. Og við kíktum til Payday, þar sem að þeir eru að bjóða upp á allar helstu þjónustu fyrir einyrkja, lítil fyrirtæki og meðalstór fyrirtæki. Eða ég svolítið vonum sko. Og hér er komin Payday Birkir var einmitt talað um skák kvöldsins. Take it away, Leif. Já, við erum búin að finna aðhaldskápa kvöldsins og við stiðum að Við erum svart, ég þarf skák. vistvæna ferðamáta, þannig að við erum senda bara vistvænt beint heim á koddan. Já, þetta var það mjög vistvæn skák. Já, þú veist þetta er svona, Við erum með ekkarisminn. já, rétt. Leifur, leita svona aðeins gegnum þetta. Já, bara að við vorum að skila, þetta var kolumnsporslaus afgreiðsla. Já. Eins og AHA og Viðari, þeim er einn leið. Já, hvað eigða sem minnstir orku. Já, og það þykir vænt um það. Það er svona sem við báðum viðurum, bara svo að fólk vita heimstóru. Við byggjum þetta sé orkulaust. Já, við erum svona hömbúð og tilbaka. Sjá, þetta Byggjum þetta hátíð þetta er eins orkulaust og verður sko. Það er alveg big dick energy sem leika það, byggjum hátíð. Annars er það sko fyrstu myndikinn hans. Hann heldur að hopnið sé sko, það er engin hætta þar. Ég geti stoppað hann hjá riddarann. Nei. Hann getur það ekki, hann hugsaði það með mig, geti hótað drottningun eitthvað svoleiðis, eitthvað svona middle king. En ég ákvað að ráðast á hotnið, sem og fórna manni í staðinn, sem alltaf ekkert fyrir alla. Nei, eins og tölvan, hún kann ekki með þetta, en við... Þið sjáu súluna. Já, ég meina, Kaman, þá þarf hann að spila fullkomlega rétt, skilur. Já. Þannig gerir, sko, hann getur, ég er alltaf búinn að stúdera svolítið þessa taktík svolítið lengi, hann getur komið í veg fyrir svona hluti. Þú myndir 100% komið í veg fyrir svona hluti, ég veit ekki með leið. Það eru leiðir. Ok. Það eru leiðir, hann kemur samt alveg með kemur góða spurningu. Já. Það kemur góða spurningu á mig. Já, það er tvö spurning með það. Hvað ætlum þú að gera núna? Já, svo kemur hann með biskupinn á mig, sko. Þú ert leik núna. Svo kemur þetta. Já, ég er svona þrítryggita, eins og mækarinn. Já, þú kannski ekki reyndar F4 á það. Já, ég er þrítryggita þarna. Já. Sem ég veiði hann basically í að ég vil að hann dreipið hennar, sko. Já, eðlilegt fólk dreipur hann með kall bara. Þetta er bara fyrir kall og... Já, en ég vil fá það, sko. Ok. Þá tekur hann... Þarna... Það kemur spurningu. Já, þetta er eiginlega mest sexy í þessu. Þú ert að hóta máti hérna. Já. Ég er með að hóta tvöföldu máti, sko. Spurning, þetta er bara rústningsrúlletta þetta fyrir kvita. Ég er bara að opna sárið. Ég er alltaf að leita að opna sár. Og þetta er aðhaldskápa kvöldsins, Leifur. Algjörlega. Og hérna, á þeim nótum held ég að við ljúkum bara í kvöld. Heyrðu. Við erum Kjartason. Allir sem hlustu, takk hérlega fyrir okkur. Eitt ég get lofa ykkur, þetta er ekki seinskipti við vökina í kvöld, sko. Nei, kvöld, jú, Jú, við kvöld líklega, ekki þáttu allavega. Það verður point 3 á næsta ári. Já. Það er klárt. Heyrðu, takk hérlega fyrir okkur. Takk fyrir kvöld. Cheers.